Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin á 722. fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn að Grænásbraut 910 þann 18. ágúst klukkan 17. Ég lýsi hér með fundin settan. Viðstaddir eru Aðalheiður Hilmarsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðbergur Reynisson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnlaugur Kárason, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Kristján Pétur Kristjánsson, Róbert Jóhann Guðmundsson og Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri og í forsæti sem hér stendur Margrét Þórarinsdóttir. Auki situr fundin Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Á dagskrá eru 5 mál en það eru fundargerð bæjarráðs frá 13. ágúst síðastliðnum, fundargerð skipulagsráðs frá 7. ágúst, fundargerð velferðarráðs frá 13. ágúst og fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 14. ágúst. Og að lokum mál 5. mál sem þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026, kosning undirkjörstjórnar. Mér langar í upphafi að bjóða alla bæjarfulltrúa hjartanlega velkomna aftur til starfa á loknu sumarleyfi. Ég vona að þið hafið átt gott og ánægilegt sumar og notið góðra stunda með fjölskyldu og vinum. Nú tekur bæjarstjórnin aftur til starfa að sumarfríi loknu og ég vona að við eigum gott og uppbyggilegt samstarf á komandi mánuðum. Við verðum eflaust ekki alltaf sammála öll mál, en ég vona að við getum átt góðar og uppbyggilegt samstarf á komandi mánuðum. En við vona að við getum átt afsakið, ég fór línuvillt hérna. Best ég byrji bara á setningunni aftur. Við verðum eflaust ekki alltaf sammála öll mál, en ég vona að við getum átt góðar og málefnalegar umræður og borið virðingu fyrir hvert öðru og þeim ólíku sjónarmiðum sem hér koma fram. Áður en við göngum til dagskrá langar mig að staldra aðeins við þann frábæra árangur sem unga fólkið okkar í Reykjanesbæ hefur náð á sviði íþrótta, lista og menningar í sumar. Við erum svo sannarlega rík af ungu og efnilegu fólki sem hefur verið að gera frábæra hluti og bera hróður Reykjanesbæjar víðar. Árangurinn í körfuboltanum hefur verið glæsilegur. Arnar Freyr Elvarsson, Davíð Breki Antonsson og Sigurður Karl Guðnason úr Keflavík unnu brons með U16 landsliðinu á Norðurlandamótinu og Davíð Breki var jafnframt valinn í úrvalslið mótsins. 6 stúlkur úr Keflavík og Njarðvík voru í 12 manna U16 landsliðshópnum á Eurobasket, þar sem liðið var í öðru sæti í sínum hluta B-deildarinnar. Þær voru Björk Karlsdóttir, Elva Björg Ragnheiðardóttir, Heiðrún Lind Sævarsdóttir, Kamilla Nótt Bergsveinsdóttir og Oddný Hulda Einarsdóttir úr Keflavík og Dagbjört Dóra Kristmannsdóttir úr Njarðvík. Þá unnu Fanny Helga Gretarsdóttir og Harpa Rós Ívarsdóttir og Rósa Kristín Jónsdóttir úr Njarðvík silfur á Nordic Open með U15 landsliðinu. Við eigum líka Íslandsmeistara hér heima en 7. flokkun stúlkna og 12. flokku kvenna í Njarðvík urðu Íslandsmeistarar. Í sundinu náði IRB einnig frábærum árangri og varð í öðru sæti félaga á Íslandsmeistaramóti aldursflokka. Á sviði lista og menningar hefur einnig verið unnið frábært starf með annars hjá Ungleikahúsinu. Og svo verður nú vart hjá því komist að nefna stórkostlegan árangur Dance Company á Dance World Cup í ár. Keppnislið Dance Company vann 9 heimsmeistaratitla, ferð silfurverðlaun, 5 bronsverðlaun og 4 galatitla. Þetta er magnaður árangur. Á baku öll þessi afrek liggja ótal vinnustundir, metnaður og elja unga fólksins okkar, þjálfara, leiðbeinanda og alla þeirra sem standa að baki starfinu. Reykjanesbær má svo sannarlega vera stoltur af unga fólkinu okkar fyrir hönd bæjarstjórnar, þá vil ég óska þeim öllum innilega til hamingju með þannig glæsilega árangur og velfarnara í því sem framundan hjá þeim. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs frá 13. ágúst síðastliðnum.
Rétt að vekja athygli á því að undir þessum dagskrárlið eru jafnframt lagðar fram til kynningar fundargerðir bæjarráðs frá 18. júní til og með 7. ágúst. Þótt bæjarráð hafi fullnaðar afgreiðslu mála á þessu tímabili, gefst bæjarfulltrúum hér tækifæri til að fara yfir fundargerðirnar og vekja athygli á málum sem þeir óska. Orðið er laust, Gunnlaugur gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og aðrir fundargestir. Það er ánægjulegt að koma saman á ný hér í bæjarstjórn eftir sumarleyfi. Ég vona að bæjarfulltrúar hafi allir átt gott á ánægjulegt sumar, notið tíma með sínu nánustu og komið endurnærðir til þeirra verkefna sem bíða okkar. Framundan er viðburðaríkur vetur og mörg stór og mikilvæg verkefni sem við þurfum að takast á við saman. Við munum vitaskuld ekki alltaf vera sammála leiðirnar, þannig á það heldur ekkert að vera í lýðræðiskjörinni bæjarstjórn. En ég vona að við getum átt hér málefnalegar og góðar umræður, sýnt hvor öðru virðingu og átt gott samstarf þau fjölmörgum mál þar sem hagsmunir Reykjanesbæjar og íbúa hans eiga að sameina okkur. Fyrst áður en ég fjalla þau mál sem koma fyrir kannski í bæjarráði í sumar, þá langar maður að taka undir með forseta þetta frábæra unga lista- og íþróttafólk sem nutu þess vel í sumar og sýndu okkur að hér er frábært og kraftmikið starf unnið. Virðulegi forseti, mér langar nú að fara stuttlega yfir þau mál sem kom til umfjöllunar og afgreiðslu í bæjarráði frá lokum júní og fram yfir sumarleyfistíma bæjarstjórnar. Þetta hefur verið viðburðaríkt sumar og á margan hátt marka upp af nýs kafla í starfsemi sveitarfélagsins. Mörg þeirra mála sem tekin hafa verið fyrir snúa að því að efla rekstur bæjarins, einfalda stjórnsýsluna, bæta þjónustu við íbúa og tryggja traustari fjárhagslegan grundvöll til framtíðar. Það sem stendur upp úr að nefa ákvörðun að hefja umfangsmikla umbóta á hagræðingarvinnu innan sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykkti að ráðast í markvissa greiningu á rekstri og stjórnsýslu, innleiða núllgrunnshugsun í fjárhagsáætlanagerð og setja á fót sérstaka umbóta á hagræðingarteymi sem hefur það hlutverk að leiða vinnuna og tryggja að hún skili raunverulegum og mælanlegum árangri. Markmiðið er ekki niðurskurðarins vegna. Markmiðið er að fara betur með fjármuni bæjarbúa, að hver króna nýtist eins vel og mögulegt er, að boðleiðir veri styttri, ferlar einfaldari og skilvirkari og við getum í auknum mæli beint fjármunum þangað sem þeir skipta íbúa mestu máli. Mikilvægur hluti þessari vinnu er jafnframt að hlusta á starfsfólk sveitarfélagsins. Þar býr gríðarleg þekking og reynsla á starfsemi bæjarins og við þurfum að nýta hana vel. Umbætur verða bestar þegar þær eru unnar með starfsfólki sem þekki verkefnin, sér tækifærin til úrbóta og veit hvar hægt er að gera betur. Samhliða þessu hafa verið teknar ákvarðanir breytingar á skipulagi nefnda og ráða sveitarfélagsins. Þar er markmiðið hið sama, að skýra ábyrgð, einfalda stjórnskipulagið og skapa hagkvæmari og skilvirkari umgjörð utan ákvarðanatöku sveitarfélagsins. Jafnframt er undirbúningur fjárhagsáætlunar ársins 2027 hafinn. Þar verður farið yfir tekjugrunn sveitarfélagsins, rekstrarþróun síðustu ára og þær áskoranir sem framundan eru. Sú vinna þarf að byggja á ábyrgri forgangsröðun, þar sem við tengjum saman pólitíska stefnu, fjárhagsleg markmið og það sem raunhæft er að framkvæma. Á fundum bæjarráðs í sumar hafa jafnframt komið til umfjöllunar fjölmörg mál sem snúa beint að framtíðar uppbyggingu Reykjanesbæjar. Þar má nefna húsnæðismál, lóðamál, félagslegt húsnæði, atvinnuuppbyggingar og ýmis verkefni sem tengjast ferðaþjónustu, menningu og þróun svæðisins. Bæjarráð samþykkti meðal annars þátttöku Reykjanesbæjar í vinnu í frekari þróun Reykjanesjarðvangs. Þar eru mikil tækifæri til að efla ferðaþjónustu, styrkja ímynd svæðisins og vekja enn frekar athygli á þeirri einstöku náttúru og sögu sem við búum að hér í Reykjanesi. Þá hafa mannauðs- og stjórnunarmál sveitarfélagsins einnig verið til umfjöllunar, meðal annars með ákvörðunum að auglýsa starfssviðsstjóra velferðarsviðs og hefja vinnu við endurskoðun tiltekinna verklagsreglna og stjórnunarferla. Virðulegi forseti, þótt mörg þeirra verkefna sem ég nefnt séu enn í vinnslu, telur mikilvægt að bæjarstjórn og íbúar gerir sér grein fyrir því á tiltölulega skömmum tíma hefur verið lagður grunnur af umfangsmiklum breytingum í rekstri og stjórnsýslu Reykjanesbæjar. Við höfum sett af stað vinnu sem miðar á aukinni fjárhagslegri ábyrgð og skilvirkari stjórnsýslu og betri nýtingu fjármuna. Samhliða því höldum við áfram að byggja upp samfélagið okkar, bæta þjónustu við íbúa og skapa Reykjanesbæ enn sterkari stöðu til framtíðar.
Það verður nóg að gera í vetur. Við munum takast á við ýmis mál og eflaust verður stundum skiptar skoðanir hér í þessum sal. En ég vona að við berum öll gæfu til þess að hafa hagsmuni Reykjanesbæjar að leiðarljósi, eiga málefnalegt og gott samtal og geta unnið saman þegar það þjónar hagsmunum bæjarbúa. Góð vísa aldrei of kveðin hér í bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem og í stjórnmálum allt land. Að slá pólitískar keilur kann að þykja vænlegt til skamms tíma, en þegar það gert að tilefnislausu og á kostnað þeirra sem við eigum að þjóna, kann það ekki góðri lukku að stýra. Slík vinnubrögð geta ekki verið neinum til sóma og hvetji því alla bæjarfulla jafnt í meiri hluta og minni hluta til að hafa það í huga í þeim verkefnum og umræðum sem framundan eru. Við eigum vissulega að takast á pólitík og vera óhrædd að greina á. En þegar uppi staðið við öll að geta saminast af eitt að vinna að hagsmunum Reykjanesbæjar og íbúa hans. Ég sannfærður að allir bæjarfulltrúar hér inni geta tekið undir það. Ég vil að lokum þakka starfsfólki í sveitarfélagsins, sviðsstjórum bæjarstjóra og fulltrúum í bæjarráði fyrir gott samstarf á þessu fyrstu mánuðin í kjörtímabils og jafnframt hlakka ég til samstarfsins við alla bæjarfulltrúa í vetur og þeirra fjölmörgu verkefna sem framundan eru. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Gunnlaugi fyrir sín orð og Halldóra Fríða, gjörðu svo vel, hún hefur óskað eftir orðinu. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, langar að segja líka bara gott að sjá ykkur öll eftir þetta sumarleyfi. Þessi sumur líða ansi hratt og hér erum við komin aftur. Hér eins og forseti kom inn á að venju einungis ein fundargerð til afgreiðslu en bæjarráð hefur fundað eins og við vitum og þau sem hafa skoðað fundagögnin hafa séð 7 sinnum núna í sumar og tekið allskyns ákvarðanir eins og bæjarstjórn fól bæjarráði að gera. En eins og hefur komið fram að þá heimilt að ræða hér innihald allra fundargerðana þrátt fyrir það að einungis ein sé til afgreiðslu. Þannig að ég ætla aðeins að fara hér inn á nokkur atriði. Kannski svona fyrir það fyrsta, því að hér heyrum við að það líka verið að svona reyna að leggja grunninn að því að við verðum í góðu samstarfi og hér skapist góður friður til vinnu að góðum málum, af því að við erum jú öll hér að vinna fyrir íbúa. Að þá langar mig kannski að minnast á það að í bæjarráði í sumar var lögð fram fundargerð og ég vil koma inn á þetta því að í dag eru það bil 80 dagar síðan að nýr meirihluti tók við, ef við miðum við bara 2. júní þegar að fyrsti fundur þessara bæjarstjórnar fór fram og í bæjarráði var lögð fram fundargerð í sumar þar sem var kynnt 100 daga plan og ákveðin verkefni sem átti að ráðast í fyrstu 100 dagana og þegar við sáum þetta plan þá var strax ljóst og það bara hlýtur að vera jákvætt að stór hluti þess plans var alveg í fullum gangi og því skiptu meirihlutaskiptin engu máli í þeim efnum sem betur fer kannski bara fyrir íbúa líka. En það má skreita sig með stolnum fjöðrum ef maður fyrir svoleiðis háttsemi. En gott og vel. Ég vona svo sannarlega að þau góðu verkefni sem voru komin á fullt skrið haldi áfram og ég vænti þess að íbúar séu þá að kynna sér það sem stóð til að gera. En það sneri að skipulags og uppbyggingar og umhverfismálum, að styðja við bætt starfsumhverfi og fagmennsku í skólunum okkar, bæði leik- og grunnskólum, tryggja pláss fyrir börn í leikskólum sem við erum komin á mjög góðan stað með núna eins og áætlanir gerðu ráð fyrir, halda áfram í stígagerð og við höfum hér verið í allskyns heilsustigum sem ekkert okkar hefur mist af, sína aðhald í rekstri, markasetning sveitarfélagsins og eitt af því mikilvægasta sem var búið að vinna í mörg ár og heldur vonandi áfram, að það uppbygging til framtíðar í samvinnu við íþróttahreyfinguna. Og þetta eru allt mjög brýn verkefni sem ég vona að við stöndum áfram saman vörðum og beri gæfa til að halda saman líka bara fast í. En annars felur þetta ágæta plan líka í sér að fresta áformum uppbyggingu sem hefði fært okkur tekjur til að létta undir fjárhagslega og gera framtíðarsýn í þessum uppbyggingu íþróttamannvirkja að veruleika. Svo það aðeins talað þarna í kross. Áhersla lögð á að afnema gjöld og þar með lækka vænta tekjur sveitarfélagsins frá ríkinu sem við vorum loksins búin að ná samkomulagi við ríkið af þeirra landi.
Og svo að lokum að stöðva bruðl með skattfé með endurskipulagningu í stjórnsýslunni, en þessi stað hefur að mínu mati bruðli náð nýjum og óþekktum hæðum. En nú eru einungis 3 vikur í að þessir 100 dagar séu liðnir og nýr meirihluti ætla sér sennilega að vera þá búinn með þessar aðgerðir, en ágæti forseti, ég geri samt fastlega ráð fyrir því að mér verið sagt hér að ég sé að miskilja þetta sé stórkostlegt plan og það hafi ekki staðið til að ljúka þessu öllu á 100 dögum, heldur að þetta sé allt komið á blúsandi siglingu og sé bara allt á áætlun. Áherslunar eru kannski líka bara það opnar að það er mjög einfalt að samfara sig að miklum árangri hafi verið náð, þar sem aðgerðirnar fela í sér að hefja samtal, að undibúa, einfalda, auka og fresta. En það sem hins vegar hefur gerst á síðustu 80 dögum, svona að mínu mati, er að búið jú sannarlega að taka nokkra stórar ákvarðanir, en þær eru ekki endilega í samræmi við stefnu meirihlutasamkomulagi. Þegar maður les það líka. En þar stendur orðrétt með leyfi forseta, meirihlutin mun forgangsraða í þágu bæjarbúa og grunnþjónustu og skera niður óþarfa yfirbyggingu í stjórnsýslunni. Og það sem hefur verið gert er þannig að mínum að allavega þvert á loforð og í þessa 80 daga hefur okkur blætt fjármagni. Og fyrir hvað? Það er ekki til þess að setja af stað mikilvæg lögskild verkefni sem bíða eða bæta við fjármagni til að flýta framkvæmdum eins og fyrir bæjarstjórn sameinaðist öllum að gera og hefur tekið ákvarðanir heldur er það svona í mínum huga til að koma sér bara vel fyrir að stækka hið svokallaða bákn sem eru annarra manna orð eða yfirbyggingu stjórnsýslunnar í næsta hring bæjarstjóra til að styðja við dagleg störf hans sem eru allt í orðin svo svakal umsvifamikil en þau hafa þar til núna gengið bara alveg ágætlega með öflugum bæjarstjóra sem hafi líka sterkt net sviðstjóra og kjörna fulltrúa á bakvið sig. Og þar ger ég ekki neitt greinamun á því hvort bæjarfulltrúar voru í meira en minnihluta. Við vorum öll í þessu saman. En fjármál hafa eðlilega verið mikið til umræðu en ég held að öll kurl séu ekki komin til grafar og sannleikurinn er þessi og er eflaust óþægilegur að hér hefur verið rætt mikið það að nú sé búið að spara 10 milljónir með því að leggja niður 4 nefndir og reynda að stofna 2 nýjar og svo er aðeins óljóst hvað að gera með eignasjóðinn sem var líka lagður niður og það hefur komið fram að það stendur mögulega til að setja einhvers konar, það þarf kannski ekki vera launaður ráðgjafahópur, ég veit það ekki, þá eftir að taka ákvörðun það. En á móti þessum 10 milljónum sem er búið að spara, að þá er búið að gera samning við ráðgjafa með alltaf 4 milljónum á mánuði, búið að hækka laun kjörinna fulltrúum 15 milljónar ársgrundvelli og þar erum við bara að tala kostnaðarauka upp á 26 milljónir rúmar ef við tökum bara ágúst og út desember. Þannig að við erum strax komin 16 milljónir í mínus. Og fyrir utan það að fjármagn fyrir 2 stöðugildi voru líka færð á milli deilda eða sem sagt á milli sviða. Þannig að það verður minni þjónusta við starfsfólk. Það sem að hægt hefur verið að styrkja mannauðsdeildina og halda áfram að vinna sjálfbærnimálum eða öðrum mikilvægum umhverfismálum. Þannig að, og við vitum að það er ekki vanþörf á því. Og allt þetta var gert til að hækka launin okkar. Að greiða formanni bæjarráðs laun sem í samræmi við að vera í vel launuðu fullu starfi, að vera með aðstoðarmann bæjarstjóra, ráðgjafa, færa starfsmann innanhús í nýtt heimi bæjarstjóra undir því að það sé hagræðing. Að við sé verið að fara að vinna í hagræðingum. En aftur, í mínum huga, verulegt bruðl með skattfé, þvert á loforð og alls ekki gert til að styrkja grunnþjónustu við íbúa. Ég ítreka, eins og ég hef áður sagt, að ég hef ekkert út á persónur í þeim stöðugildum sem voru settar hérna á laggirnar að setja, heldur bendi á bruðl með skattfé og ákvarðanir sem bæta verulega við yfirbyggingu stjórnsýslu. En ágæti forseti, mig grunar hvað gerist næst. Ég lýk hér máli mínu, geng hér nokkuð skref og sest í mitt sæti og næst munu
fulltrúar koma hérna upp, bæjarfulltrúar, fari við málin. Það sem enn á ný verður sagt, þetta er ekki rétt. Ég er að misskilja þetta allt saman. Það er verið að spara, það er verið að fara í þessar, það er verið að forgangsraða í kostnaðarsamar aðgerðir til þess að spara til lengri tíma. Og fá auki fjármagn loksins frá ríkinu sem ekki hefur tekist að fá til þessa. Launin hafa líka alls ekki verið hækkuð, þetta gerist bara sjálfkrafa, sko. Við ráðum ekki við þetta. Það er ekki verið að reyna að koma neinum hér vel fyrir, þannig að en að bara með fullri virðingu fyrir formanni bæjarráðs, ég ítrekaði, þetta er ekki persónu, heldur bara embætti formanns bæjarráðs, að hann ber nú svo mikla ábyrgð, hann verður að vera í hlutfalli og embættum sem gerir það að verkum að formaður bæjarráðs sé nú bara í fullu starfi hjá sveitarfélaginu. En það er líka alveg örugglega til fyrir þessu öllu, einhverjum ónýttum lyklum á öðrum sviðum og þannig að þetta er heldur ekki viðbót. Þannig er það. En ég segi það líka, það tekur alveg á að segja satt eða að tala út frá sínu hjarta hérna, af því að það verða örugglega einhverjir reiðir og það verður kannski bara allt brjála hérna. Þú veist, ég veit það ekki. En það verður bara svo að vera. Og ef þessi rök koma þá vil ég bara nota tækifæri og hafna því líka bara öllu fyrirfram, því að það getur ekki verið að við séum að misskilja þetta allt svona svakalega. Þetta eru bara nýju stjórnarhættir sem verið að innlega hér með augljósum tilburðum til þess og ég veit ekki einu sinni í hverju þeir felast, en það er allavega að vera að sýna svona, og kann örugglega ekki meðvitað að einhvern veginn niðurlægja að sýna fólki vanvirðingu. Og mér finnst það ekki gott, af því að nú erum við á þeim stað að við eigum að vera hér að byrja að uppskera. Sá tími ætti að vera að hefjast akkurat núna þegar við erum búin að ná tökum á fjármálum, við erum að klára stórar og verulega kostnaðarsamar fjárfestingar og sveitarfélagið hefur bara verið vel rekið á undanförnum árum. Það er á góðum stað og ástæða fyrir þeim gagnrýnu spurningum sem koma fram eru eingöngu til að tryggja að svo verði áfram. Það er aldrei góð rök að segja að það sé til eitthvað óráðstafað fé einhvers staðar og að við getum sett það bara í einhverja duttlunga því við vitum öll að það er margt sem getur komið upp á og þá er mikilvægt að eiga borð fyrir báru. Við höfum alltaf passað upp á það öll hér í sameiningu, áætla varlega og hugsa hverja krónu. Og það sem skiptir máli er að við sem erum hér að starfa í umboði íbúa setjum alltaf hagsmuni íbúa sveitarfélagsins í forgang og pössum upp á að vinna fyrir okkur öll. Ekki einhverja fáa útvalda, alls ekki fyrir okkur sjálf eða einhverja vini eða kunningja, af því að við náum bestum árangri þegar við hugsum heildina. En eins og hér hefur verið sagt, að þá vona ég svo sannarlega að við getum sem allra fyrst fara að vinna góðum málum öll saman og er sammála því við verðum að bera virðingu hvert fyrir öðru þrátt fyrir við höfum ólíka skoðanir á málum eða hvaða leiði við höfum að fara. Við höfum að vinna faglega út frá góðum stjórnsýsluháttum og tryggja það að við séum að fylgja hér lögum, reglum og þeim samþykktum sem okkur ber að vinna eftir og við höfum öll samþykkt. Ég þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur fyrir sitt innlegg. Orðið er laust. Guðni Brynja, gjör svo vel. Forseti og kæru bæjarfulltrúar, gleðilegan ágúst. Mig langar að koma hér upp undir fundargerð bæjarráðs frá 18. júní síðastliðinn, fundur nr. 1568, mál 3, fundargerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga frá 9. júní. Forseti, í fundargerð stjórnarsambandsins í máli nr. 6 er verksamningur undirbúning hátækni brennslustöðvar á Íslandi. Þar kemur fram að fyrir fundin hafi verið lagt fram drög að verksamningi undirbúning hátækni brennslustöðvar á Íslandi og að stjórn hafi samþykkt fyrirliggjandi drög. Hér er ljóst að undirbúningur að hátækni brennslu farin af stað með samstarfi Kölku, Sorpu og umhverfisráðuneytisins til að kanna fýsileika verkefnisins. Ítrekað hefur því verið haldið fram að Helguvík sé besta staðsetning fyrir slíka brennslu. Í upphafi var talað Álfsnes,
en falli frá þeirri staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu og ekki verið talað annað en Helguvík síðan, en fyrirhugað hátækni brennsla mun verða 11-föld kalka ef miðað við 140.000 tonna brennslu. Nú komin nýr meirihluti í stjórn Reykjanesbæjar þar sem Miðflokkurinn setti sín kosningamarkmið að byggja umrædda stöð í Helguvík. Því vil ég bera fram fyrirspurn til nýja meirihlutans skýr svör fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Hátækni brennslustöð og uppbygging hennar í Helguvík ykkar markmið? Þetta þar sem þið munu vera sátt við að rísi innan okkar sveitafélags 1,7 km frá byggð? Ég spyr forseti, því íbúar eiga rétt á að vita ykkar fyriráætlanir í þessu risastóra máli og ég spyr einnig því að væntanlega munum við taka upp endurskoðun á aðalskipulagi sveitafélagsins sem snýra uppbyggingu meðal annars á svokölluðum Keflavíkurborgum sem í næsta nágrenni við Helguvíkurhöfn. Þannig ég bið formlegt svar við fyrirspurn mínar. En ég get þó ekki minnst, frú forseti, á fundi bæjarráðs frá 25. júní og nú veit ég að þetta hefur þegar verið samþykkt innan bæjarráðs með fullnaðar ákvörðun, en ég vildi samt flagga þessu máli hér sérstaklega og líka fyrir gesti í salnum og fyrir íbúar sem heima sitja. Máli 2 sem heitir eignaumsýsla staða framkvæmda og fjármála. Það nefnilega svo magnað hvernig við setjum hlutinu upp, hvernig við tölum það og hvernig við leiðum það áfram. Það sem að okkur finnst hérna í minnihlutanum finnst meirihlutanum alls ekki. Og ég vil bara að við séum skýr. Og þess vegna vil ég taka þetta mál hér sérstaklega og skýra það. Út af því að þarna var enn eitt máli sem voru bara alls ekki sammála Á sínum tíma á síðasta kjörtímabili var tekið hér ákvörðun að forgangsraða 3 framkvæmdum umfram öll önnur verkefni. En viðhaldsþörf verkefna hér í sveitafélaginu hleypur á milljörðum, við vitum það. Það lá þó alveg fyrir að verkefni Myllubakkaskóla og Holtaskóla var búið að taka langan tíma og við þurftum að klára Drekadal til að klára innritun leikskólabarna þar. Þannig að það var tekin meðvituð ákvörðun í stjórn Eignasjóðs, í bæjarráð og í bæjarstjórn að leggja höfuðáherslu á þessi 3 markmið. Það var meiri að segja sótt hærra lán til lánasjóðsins til þess að við gætum sett hærri fjárhæðir í þessi 3 umræddu verkefni og haldið þeim áfram. Stjórn Eignasjóðs gerir áætlun árið. Stjórn Eignasjóðs var samansett af 6 sérfræðingum, valin af öllum fulltrúum. Og allir flokkar áttu fulltrúa þar inni. Þar var sett upp áætlun fyrir árið 2026 sem var út septembermánuð. Af hverju? Út af því að framkvæmdir eru oft meira sumarmánuðinn, þannig að okkar sérfræðingar, bæði starfsfólk Reykjanesbæjar, fulltrúar í ráðinu, bæjarstjórn og bæjarráð, samþykktu fyrirhugaða áætlun sem miðaði ekki að því að vera að byggja í desember. Heldur miðaði við það að framkvæmdir færu fram út september. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta hér, forseti, að í bókun ykkar í meirihlutans kemur fram að fjármögnun hafi ekki verið í síðasta ársfjórðungi ársins í ár. Og það bara einfaldlega ekki rétt. Að sjálfsögðu lítur framkvæmdin vel út núna í öllum verkefnum. Við erum með reynda verktaka á staðnum sem geta verið áfram. Þannig að þarna kom inn bón eigum við að halda áfram og vissulega það erindi til endurskoðunar. Það að segja, eigum við einhvers staðar viðbóta fjármagn til að halda áfram með þessi 3 verkefni út árið í ár. En það bara önnur spurning. Það ekki af því að það var einhver ágalli á fjárhagsáætlun eða verkefni var vanfjármagnað á síðasta ársfjórðungi. Þessu var stillt upp svona innan ársins. Og aftur þess vegna kem ég inn á það hvernig fólk stillir hlutunum upp.
að þarna þessu stilt upp eins og að þetta hefur verið okkur að kenna og við hefum ekki verið nóg meðvituð það að full fjármagna þessa framkvæmd sem við vissulega forgangsröðum umfram aðrar og vissulega settum auki lánsfé. Þannig ég vil kæru íbúar þið sem eru heima að sitja að þið vitið sannleikan í þessu máli og þið líka kæru bæjarfulltrúar að þetta var staðan á þessum tíma, hún var tekin að þessu sérfræðiteymi, hún var staðfest hér alla leið upp á þetta loka vald sem bæjarstjórn þannig að það sérstakt að halda öðru fram. Já, ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðni Birnu fyrir sitt innlegg. Eins og venja ef að koma hér fyrirspurnir til meirihlutans á sjálfum bæjarstjórnarfundinum, þá verður þeim svarað á næsta fundi og ég gerir ráð fyrir því að þú sendir ritara þessar fyrirspurnir. Orðið laust. Herra bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar. Gott og gaman að vera komin aftur hingað í bæjarstjórn og eftir sumarleyfi og ég vona allir hafi haft það gott og farsælt sumar með fjölskyldu sinni og náða hlaða batteríin. Við komum hér endurnærð og fersk inn í veturinn að vinna í sameiningu að hag bæjarbúa. Jú, það það sem að sameinar okkur öll þó okkur geti greint á aðferðir og leiðir og það hollt. Og ég vil bara byrja á að þakka minnihlutanum hér fyrir mjög málefnalegt upphaf á þessu vetri okkar hér og ég fagna því. Ég viðurkenni það að ég hef alveg verið hugsi og gagnrýnt sumt framfyrir minnihlutans þar sem kannski verið uppteknari á forminu og ferlinu. En það sem hér einmitt meira verkefnin og veit okkur málefnalegt aðhald og koma með spurningar og leggja sína áherslur og ég fagna því og það það sem við þurfum að eiga málefnalega rökræði hér málefnin og stjórnvöld hverju sinni þurfa málefnalegt viðhald og það þurfa að vera öfluga rökræðir til þess að málin fái breiðari skoðun og þróist í góðan veg. Svo náttúrulega önnur mál sem við erum sammála og það skal því sagt hér alveg skýrt að núverandi meirihluti ekki með nein áform það að hætta einhverjum verkefnum eða stóra góð verkefni bara því þau komi frá fyrri meirihluta. Heldur fullt af góðum málum sem fyrri meirihluti stóð að og við munum einhver leyti njóta góðs af núna, ég tek undir það og við fögnum því. Og ég get nú bara nefnt eitt nýlegt dæmi það að undir forystu atvinnu- og hafnaráðs og þá hefur fyrir meirihluti og öll bæjarstjórnin og atvinnu- og hafnaráð og með hafnarstjóri fararbroddi byggt upp mikla markaðssetningu og undirbúningu komið skemmtiferðaskipa og við sjáum það met ár í ár. Og þau eru að koma og mikil undirbúningsvinna fyrir það. Þetta bara verkefni sem við höldum áfram að byggja og þróa upp og jákvætt fyrir bæjarfélagið og við erum búin að sjá vera að gera mannlífið okkar aukið síðustu daga, bara núna helgina. Síðast sem svona gott dæmi þetta. Það á mörgum stöðum sem búið að gera mikið að hagræðingarverkefnum og sýnist mér sumstaðar kannski meira segja full langt. Það alveg staðir þar sem að við þurfum að athuga það, hvort að við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við gerum hlutina til þess að veita hraðar og öflugri þjónustu. Það getur gert stjórnsýsluna skilvirkari, það getur flýtt tekjunum, getur flýtt uppbyggingu en líka auki upplýsingaflæði inn á við og annað slíkt. Þannig að við erum bara með þetta, þess vegna heitir þetta hjá okkur hagræðingur umbóta teymi. Það ekki bara verið að setja fókusinn á hagræðingu og spara krónur, heldur hvernig gerum við alla stjórnsýsluna skilvirkari, hvernig veitum við betri þjónustu, hvernig nýtum við þá fjármuni sem við höfum betur og hvernig gerum við okkar
hvernig sinnum við okkar þannig að tekjurnar komir hraðar til sveitarfélagsins og atvinnustar sem annað byggist hraðar upp í sveitarfélaginu sem að kemur öllum til góða. Þannig að svo eru hér stór mál sem er kannski pólitískur áherslumunur og það á við í skipulagsmálum. Þannig að þar eru alveg skipulagsverkefni sem eru komin af stað og við munum ekki stöðva og hleypa í gegn og annað þó að hefum mögulega gert það öðruvísi ef við hefðum verið í meirihluta þá. Og svo eru önnur mál sem að er hægt að breyta eins og við munum gera og höfum boðað og tekið ákvörðun eins og með akademíureitinn og Ægisgötuna og fleiri slík skipulag sem voru komin styttra. Þannig að það eru, þetta er blandað. Svo er það þannig að þó að við setjum það sama á áherslu okkur fyrir meirihluta var, að þá getur verið áherslumaður hvernig það er og hversu mikil áhersla það er og það er sumt sem við setjum meira áherslu og annað minna. Þannig að það er bara eins og það. Þannig að það er bara það sem við þurfum að ræða og munum gera náttúrulega núna í aðdraganda fjárhagsáætlunarvinnunnar og annað slíkt. Og svo er eitt að setja áherslu á hlutina og svo er það aðferðin hvernig þú nærð þeim áherslum fram og hvaða árangur næst. Og því eru við bara fögnum við öllu aðhaldi og hvatningu til þess að við klárum okkar 100 daga plan en fyrst og fremst ætlum við náttúrulega að klára málefna sáttmálan okkar og láta verkin tala. Þannig að það mun koma í ljós og ég vona bara að bæjarbúar finni breyttan takt á ýmsum sviðum núna strax. Eitthvað mun taka lengri tíma og eitthvað kemur strax. Margt sem hefur verið í vinslu frá því að við tókum við mun svo líta dagsins ljós núna á næstunni. Hefur tekið tíma í undirbúningi og kemur svo smátt og smátt fram. Þannig að það er margt framundan, hvort sem að sé eins og var nefnt hér áðan göngustígarnir, markaðssetningin, skipulagsmálin, íþróttamálin og annað slíkt sem ég held að getur jákvætt og við þurfum að sameinast að halda áfram samskipti við ríkisvaldið og annað slíkt. Varðandi svo brugðlið og annað slíkt að þá þurfum við bara líka að sýna að það eru verkin tala eins og við höfum gert það hingað til. Þá byrjum við að hagræða þessum gátum hjá sjálfum okkur en það var ekki bara hagræðing, við vorum líka að auka skilvirknina og ég vona að fólk finni það strax þó að sé ekki margir fundi búnir en reyna að gera ferli í gegnum nefndirnar og vinnu nefndarna og stefnumörkunni þar skýrari og skilvirkari. Aðrir kostnaðarauka sem hefur komið í þessum breytingum hafa verið færðir til innan kerfisins þannig að ekki verið óskað eftir nýjum fjárheimildum af óráðstöfuðu fjármagni og fyrsta slíka ráðstöfun mun vísu koma næsta bæjarráðsfundi þegar við fjöllum bókun velferðarráðs mál 6 sem við sjáum hér og eftir. Þannig að það er fyrsta sinn sem við þurfum óskað eftir fjármagni sem var ekki búið að ráðstafa einhver önnur verkefni. Þannig að þetta er allt gert á ábyrgan hátt og það er bara okkar að láta verkin tala til þess að sýna það að við erum ekki hér að bruðla með fjármagn og ekki að blæða fjármagni, heldur erum við að reyna að gera hér auka þjónustuna, auka skilvirknina. Vonandi verður það til þess að umsvifin hér í framkvæmdum og uppbyggingu atvinnulífs verði meiri þannig að tekjurnar hér aukist hjá sveitarfélaginu sem getur það gert að verkum að við förum hraðar og öflugri uppbyggingu og viðhald í mannvirkjan okkar. Og þar vildi ég einnig koma upp til skýringa aðeins varðandi mannvirkin og framkvæmdirnar að ég held að allir í grunninn verið sammála þeirri forgangsröðun þær skólabyggingar sem áttu að fara og gagnrýnin snerist ekkit alveg að því hvort að sé fram úr áætlun síðast árið að það hef ekki verið áætlað fyrir einhverju eða einhverjum áskorungum. Það er ekki málið sem snýst Málið snýst einfaldlega það að það er ekki hagkvæmt í neinni framkvæmd að vita ekki í upphafi áður en lagt á stað
hver heildarkostnaðurinn er, hver verður framkvæmdatíminn og hvernig er búið að fjármagna framkvæmdina til enda. Það er það sem við höfum verið að gagnrýna. Af hverju það er verið að taka framkvæmd sem er búið í gangi í 2 ár, ákvörðun á því sama ári hvort að framkvæmdir er að klárast í ágúst, september eða verið fram í desember. Það snýst gagnrýni. Þar eru peningunum að blæða. Þar er að skapa óvissun. Það er að kalla til skyndi lántöku og annað slíkt. Og þar hefur megin gagnrýnin verið. Og það er það sem við höfum verið að kalla fram og vilja laga, að það sé þá heildstæðri áætlanagerð í upphafi og framkvæmdatíminn og kostnaður, og svo auðvitað í öllum framkvæmdum kemur eitthvað upp og sem þarf að bregðast við, þá er farið sérstaklega við það, gerir sér viðaukar og uppfærslu á áætlunum og öðru slíku. Og það snýst þetta. Og þá við munum svo fara betur yfir ef við fáum þessar formlegu spurningar. En ég get sagt almennt sorpbrennslustöðuna, þá er hún náttúrulega ekki í okkar málefnasamningi og er ekki eitthvað markmið hjá okkur, en við erum bara með skýr markmið það að byggja upp okkar öflugu innviði hér og að atvinnulíf hér fái að vaxa og dafna. En að því sögðu þá munum við ekki einhvern veginn hefta uppbyggingu annað atvinnulífs með að taka frá pláss fyrir eitthvað sem verður kannski og er mögulega einhvern tímann raunhaft eða sniðugt fyrir okkur, ef að það er allt í skoðun ennþá og óljóst. Og við munum ekki gera neitt hér sem er gegn hag og vilja íbúana í hvað þetta varðar, og mér finnst þetta verkefni bara vera það óljóst og mikið á reiki þróun þess að það sé einhvern veginn hægt að fara að taka einhverja skýra afstöðu til þess strax eða að gera mikla ráðstafanir út af eins og staðan er í dag. Þannig að ég bara fagna þessu upphafi hér. Við erum tilbúin í rökræðina og líka samstarfið góða mál þar sem við sammála. Við erum með sameiginlega hagsmuni og mér finnst þessi fundur fara málefnalega vel á stað og hlakka til samtalsins. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir sína orðræðu og orðið er laust. Það er Guðný Birna gjör svo vel. Takk forseti. Ég vil aðeins fá að koma hérna upp til að grípa undir orð Hans Vilhjálms varðandi fjárhagsáætlun verkefna. Það lá alltaf fyrir að endurreisa 2 grunnskólabyggingar næstu frá grunni tæki nokkur ár. Það er ekki að koma neinum ávart. Við erum ekki íslenska ríkið og liggjum inn í 10 ára plani og 25 ára plani. Við lifum frá fjárhagsáætlun ár til árs. Það er ekki þar með sagt að við eigum ekki yfirlit yfir framkvæmdir á næsta ári. Við erum bundin af því fé sem við eigum á árinu. Þetta er ekki svona flókið. Í fjárfestingaáætlun þessa árs áttu við 1.850 milljónir. Og aftur, eins og ég sagði hérna áðan, það var lagð lykiláhersla á 3 verkefni. 3 verkefni sem að þurfti að teygja þessa tæpa 2 milljarða. Út af því að Reykjanesbær og rekstur þess bar ekki meira þrátt fyrir hærri lántöku en við lögðum upp með. Við erum ekki hér endalaust í einhverjum skammtíma lánum. Kannski ég var í miðju samtali en mér heyrðist bæjarstjóri fari við það. Hér eru sérfræðingar í vinnu í öllum þessum framkvæmdum. Við erum ekki að gera bara eitthvað hérna. Og við framkvæmum miðað við það fjármagn sem við höfum á árinu sem þessi rekstur ber upp á. Annað getum við ekki gert nema við lendum aftur í skrúfunni. Já, ég vil þakka Guðný Birnu fyrir sín orð. Orðið er laust. Það er ekki fleiri beðið orðið, þannig að þá bara vindu okkur í annað mál.
Nei. Það er samþykkja Samþykkja fundagerðina. Við erum náttúrulega bara búin að tala um fundagerðina sem voru í sumar, ekki fundagerð bæjarráðs frá 13. ágúst, en þó að hún hafi verið á dagskrá. Þannig að þeir sem geta samþykkt fundagerð frá 13. ágúst síðastliðnum vinsamlegast réttið upp hönd. Hún er samþykkt 11.0. Og þá ætlum við að vinda okkur yfir í mál nr. 2 sem er fundagerð skipulagsráðs frá 7. ágúst. Fundagerðin er lögð fram og undir henni eru eftirfarandi liðir sem þarfnast sérstakra afgreiðslu. Það er fyrsta mál fundagerðarinnar, Brekkubyggð, Suðurbrekka, Ásbrú, deiluskipulag. Þeir sem geta samþykkt fyrsta mál fundagerðarinnar gefi merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er það þriðja mál fundagerðarinnar, Keilisbraut 753, hjúkrunarheimili. Þeir sem geta samþykkt þriðja mál fundagerðarinnar vinsamlegast réttið upp hönd. Hún er samþykkt 11.0. Síðan er það fjórða mál fundagerðarinnar, Hafnagata 45, niðurstaða grenndarkynningar. Þeir sem geta samþykkt fjórða mál fundagerðarinnar vinsamlegast réttið upp hönd. Hún er samþykkt 11.0. Og þá er það fimmta mál fundagerðarinnar, Básvegur 9, stækkun. Þeir sem geta samþykkt fimmta mál fundagerðarinnar gefi merki. Hún er samþykkt 11.0. Og að lokum er það 9. mál fundagerðarinnar, Voghóll 4, vinnubúðir. Þeir sem samþykkja 9. mál fundagerðarinnar gefi merki. 8. 9, ég var í 8. Þú varst í með Básvegur. Já. Þetta var þig. Allt í góður, Hrefla mín, þér er svo gjörsamlega fyrirgefið. Heyrðu, eigum við þá ekki bara fara aftur í 9. mál? Þið kannski munið ekki hvað ég sagði eða hvað mál ég er að tala um. 9. mál fundagerðarinnar, Voghóll 4, vinnubúðir og þeir sem geta samþykkt 9. mál fundagerðarinnar vinsamlegast gefi merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er orðið laust fundagerðin í heild sinni. Hér hefur enginn óskað eftir að fá orðið. Þeir sem geta samþykkt fundagerðin í heild sinni vinsamlegast gefi merki. Og hún er samþykkt 11.0. Þá erum við komin að fundagerð velferðarráðs frá 13. ágúst. Orðið er laust. Aðalheiður, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hérna undir lið málefni flóttafólks. Ég vil byrja á því að þakka fyrir svör við spurningum mínu sem ég lagði fram á fundi velferðarráðs. Þar kom skýrt fram að ekki var til staðar neinir formlegir samningar milli Reykjanesbæjar og Íslenska ríkisins móttöku fólks í leit að alþjóðlegri vernd né samræmdrar móttöku flóttafólks. Ég vil þó fá nánari upplýsingar málið og vil hér reifa málið aðeins. Í desember 2025, skömmu áður en samningur Reykjanesbæjar samræmda móttöku flóttafólks rann út áramótin, frestaði bæjarstjórn ákvörðun nýjan samning og kallaði eftir frekari viðræðum við ríkið. Í kosningabaráttunni lýstu flokkarnir sem núna mynda meirihluta því hins vegar skýrt yfir að ekki yrði gerðir fleiri samningar við ríkið móttöku flóttafólks. Pólitísk afstaða meirihluta flokkanna virðist þó hafa legið fyrir en ekki hefur komið jafn skýrt fram hvort henni hefur verið hrint í framkvæmd með formlegri ákvörðun og til hvaða samninga hún nái, á hvaða mati hún byggist og hvaða afleiðingar hún hafi fyrir Reykjanesbæ. Mikilvægt er að aðgreina annars vegar samningin samræmda móttöku fólks sem hefur fengið alþjóðlega vernd og hins vegar samning við Vinnumálastofnun þjónustu við umsækjendur sem bíða niðurstöðu. Því óska ég eftir formlegri svörum við eftirfarandi spurningum frá núverandi meirihluta. Nær sú yfirlýsing Sjálfstæðisflokksins og Miðflokks
að gera ekki fleiri samninga við ríki, bæði til samnings samræmda móttöku flóttafólks og samning þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd. Hefur verið tekin formlega ákvörðun að Reykjanesbær geri ekki nýjan samning samræmda móttöku. Hafa viðræður farið fram við ríkið frá sveitarstjórnarkosningum varðandi nýjan samning. Afstaða meirihlutans sú að engin nýr samningur komi til greina óháð efni hans og þeim skilyrðum sem ríki kynni að fallast á. Á hvaða heildstæða fjárhags- og þjónustumati byggir afstaða meirihlutans? Í svari stjórnsýslunnar kemur fram að rekstrarniðurstaða þeirra deildar velferðarsviðs sem sinnti umsækjendum alþjóðlega vernd var jákvæð öll árin frá 2004 til 2025 að undanskildu árinu 2021. Samningar Reykjanesbæjar við Vinnumálastofnun þá þjónustu var aðskilinn samningur samræmda móttöku. Í svarinu kemur jafnframt fram að 145 umsækjendur alþjóðlega vernd hafi verið í 2 úrræðum Vinnumálastofnunar í Reykjanesbæ 17. júlí 2026. Þótt þjónustu samningi Reykjanesbæjar og Vinnumálastofnun hafi lokið 31. júlí 2025. Hvaða áhrif telur meirihlutinn að sú stefna að gera ekki samning hafi á raunverulegan fjölda fólks í úrræðinu innan sveitarfélagsins? Hvaða breytingar hafa samningsleysi haft á greiðslum ríkisins til bæjarins? Samráði við sveitarfélagið og möguleikum Reykjanesbæjar til að hafa áhrif á staðsetningu úrræða og framkvæmd þjónustunnar. Verði ekki gerður nýr samningur, hvaða fyrirkomulag á þá að taka við og tryggja reglubundið samráð við ríkið, kostnaðarþátttöku þess og hagsmuni Reykjanesbæjar í málaflokknum. Ég óska eftir formlegum svörum á næsta fundi bæjarstjórnar. Takk fyrir. Þakka Aðalheiði fyrir sitt innlegg, orðið er laust. Herra bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég vil þakka Aðalheiði kærlega fyrir að taka þetta mál hér upp og koma með þessar spurningar. Það verður okkur ljúft og skylt að taka svör við þessu saman og svara þessu. En það er algjörlega ljóst að núverandi meirihluti mun standa við orð sín í þessu, í verki og er með skýra sýn í þessu. Við finnum það nú strax í samskiptum okkur við stjórnvöld að þau hafa heyrt okkar skilaboð og hver okkar stefna er. Og ég get bara upplýst það hér að þau samskipti og fyrirhug samskipti snúast fyrst og fremst að uppgjöri í þeirri þjónustu sem við nú þegar farið fram í þessari þjónustu og við höfum líka tekið saman og upplýst og annað slíkt stjórnvöld það svona auka álag sem er umfram þennan samning innan stjórnsýslunnar og samfélagi heild sinni á innviðina hér sem var aldrei Tæknimanni. Þeir eru búin að kvarta þessi ekki tekið eftir.
Já, það voru smá tæknilega örðuleikar hérna, þannig að það þurfti að gera fundahlé að beiðni tæknimanns, en við erum sem sagt hérna í fundagerð velferðarráðs og ég vil bara ítrykka eins og ég sagði áðan til bæjarfulltrúa Aðalheiðar að þínum svörum verður komið fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi. Orðið er laust og það er Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Forseti, það er við hæfi að minnast þér á að því að það er vonandi léttleiki á þessum fundi og við höfum lent í svipum aðstæðum áður þar sem hefur vantað hleðslutæki af því að hér vantaði hleðslutæki fyrir myndavélina þess vegna duttum við út en hér var ekki kallað eftir því. Það var snöggur að stökka til og stingi samband. Já, ég er hér undir fundargerð velferðarráðs og mig langar bara að minna okkur á í 5. máli sem er frumkvæðisathugunin og kannski segi bara fullt nafn frumkvæðisathugun og eftirlitsskyldum barnaverndar-þjónustu vegna barna í fóstri að mig langar bara að minna okkur á það að við vildum og bókuðum bæjarráð að fá stöðu inn í bæjarráð mjög reglulega frá úrbótateymi. Þannig að kannski við höfum það í huga þegar við erum að setja líka upp fundar dagskrá bæjarráðs að við fylgjum því líka eftir þar að fá upplýsingar vinnsluna í því. En þetta er bara gott og þau halda áfram að vinna í þessu. Varðandi 7. mál sem að bæjarstjóri nefndi aðeins áðan að myndi vera tekið á dagskrá bæjarráðs á 5. dag af því að það kemur þarna bókun frá velferðarráði ósk viðauka að þá vöknuðu hjá mér þarna margar spurningar af því við höfum rætt þetta áður og það er bara mjög gott að umræðan kemur aftur inn á borð bæjarráðs af því að á þeim tíma þá voru helst vangaveltur upp það hvort að þetta væri fýsilegu kosti fyrir sveitarfélagið eða og einmitt rætt það að við eigum hér húsnæði sem við vildum láta kanna hvort við getum breytt til þess að reka okkar eigið stuðningsúrræði hér fyrir fjölskyldur sem eiga börn með fjölþættan vanda og af því að það lá ekki fyrir á þessum tíma þrátt fyrir það að við myndum greiða 80% af rekstrakostnaði og þarna var líka talað það að á þeim tíma ef ég man rétt að við varum líka að taka þátt í endurbótum á húsnæðinu sem að liggur ekki fyrir núna að þá var ekkert alveg ljóst hvort að við myndum njóta góðs af því að þessi nýju pláss sem verða til er ekkert endilega pláss Reykjanesbær. Þannig að það er talað 3-4 pláss eins og kemur fram í fundargerð en mögulega eru þetta einhver fleiri að þá væri ekkert einu sinni víst að við fengjum nokkurt pláss sjálf. Þannig að ég held við þurfum bara að vera vissum að við fáum svör við þessu og þetta þarf að liggja skýrt fyrir hvort að að það að við finnum einhvers staðar möguleika á að finna fjármagn fyrir slíku rekstri sem eru þetta mjög mikilvægt að við pössum upp á að við tryggjum fjölskyldum í okkar sveitarfélagi að það er engum greiði gerður að við séum að greiða en getum ekki nýtta. Ég er ekki að fullyrða svo sé bara að við höfum það á bakveirað í þessum umræðum. En svo langar mér bara að benda aftur á það sem að við höfum ítrekað rætt á jákvæðum nótum að fólki heldur áfram að fækka fjárhagsaðstoð á milli mánaða og milli ára. Og ég vona að það haldi áfram. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu fyrir sín orð og mér langar bara að taka undir að það er virkilega ánægilegt að sjá í fundargerð velferðarráðs að fólki á fjárhagsaðstoð hefur fækkað og það er bara ánægilegt og vonandi heldur það áfram. En þá er orðulaust. Gjörðu svo vel, herra bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, þakka Halldóru Fríðu fyrir þetta og ég ætla nú ekki að tala hérna fyrir hönd formanns bæjarráðs en ég veit að hann tekur vel í það að við setjum þetta á dagskrá og bara gott að minna á það varðandi umbótaferlið og mun alveg vera gott svigrúm til þess. Við fylgjumst vel með því og gott að velferðarráð tók þetta upp og er að fylgjast líka með vinnunni.
Þannig að það er í góðmjölum. En ég kom aðalega upp til þess að bregðast við þessu lið 6 sem að Halldóra Fríða fjallaði hér og ég þekki vel ástæður þess einmitt hvað ætti að skoða hvernig þjónustar nýtir Reykjanesbær sína fjármuni best til þess að þjónusta börn með fjölþættan og fjölskyldur þeirra sem best og þannig hvernig nýtuðu þetta fjármagn og ég ger engar athugasemd við það að það var tekið í skoðun en svo breytist það frá því að sú ákvörðun var tekin að það húsnæði sem helst var horft til var leigt út og gert til annarra nota þannig að tímalínan lengdist sem að Reykjanesbær hefur til þess að bregðast við og fjölga sínum úrræðum af því að það er vissulega biðlisti og þetta er mikilvægur hópur sem þarf að bregðast við og við höfum kallað á eftir þarfagreiningu hvernig má byggja upp aukinn skammtíma vistunarúrræði hér þá með annarri þjónustu og velferðarsviði og í þessum málaflokki sem er bara hluti af þessari vinnu en þetta er hins vegar fljótlegasta leiðin til þess að fá hraðari úrlausn og fá fyrr betri þjónustu og fleiri rými í skammtímavistuninni sem að við teljum sé mikilvægt að bregða strax við og því er þessi ákvörðun tekin en heildar málaflokkurinn er skoðun og við munum geta farið betur yfir það á fundi bæjarráðs og var rætt á fundi velferðarráðs, gerir ég ráð fyrir. En staðan er þessi að það var tekin þarna ákvörðun, það lengist í tímalínunni, þess vegna tekir okkur rétt að nýta þau tækifæri sem við höfum núna til þess að fjölga þessum plásum af því að þetta er mjög mikilvæg þjónusta, það er biðlisti en við munum áfram gera þarfagreiningu og sjá hvernig við getum komið þessari starfsemi á hagkvæman hátt fyrir hjá okkur til þess að veita fullnægjandi þjónustu í þessum málaflokki. Ég þakka bæjarstjóra fyrir og þá hefur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir bæjarfulltrúi beðið orðið. Gjör svo vel. Takk forseti. Mig langar bara að spyrja af því að hér er talað lengi tímalínu hvort að bæjarstjóri er að tala hlévang eða selið. Af því að ég veit að ég var tekin ákvörðun að nýta hlévang áfram sem í samstarfi við HSS en við vorum að fjalla selið að flytja þá þjónustu yfir á Nesvelli og þá losnaði selið, það er hús sem við vorum ekki búin að ráðstafa þannig að ef það hefur verið tekin ákvörðun að ráðstafa því húsnæði sem við eigum að þá væri kannski ágætt að vita það en ég gæti trúa að það væri kannski mögulega við vorum að tala svikur hluti. Þá hefur Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri beðið orðið til að svara bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu. Gjör svo vel, Vilhjálmur. Virðulegi forseti, ég í máli mínu var að fjalla hlévang, að það er búið að ráðstafa honum annað, að því að hugsunin með hlévang var að samþætta fleiri en eina þjónustu og þannig ná út hagkvæmari og skilvirkari þjónustu í málaflokknum. Varðandi selið að þá á svo sem svarið algjörlega sama við þar og ástæðan fyrir við viljum taka þátt með Suðurnesjabæjarvogum í að fjölga plássum í núverandi úrræði þar sem að selið losnar ekki strax, það er ennþá framkvæmdir og annað slíkt og er ekki búið að sameina dagdvalinnar og þá á eftir að fara við vitum ekki hversu kostnaðarsamar framkvæmdir á selinu en það liggur ekki heldur fyrir afgerandi niðurstöður eða greining á því hvort að selið myndi raunverulega fjölga plássunum eða ekki. Þannig að því að það er óljóst á hvað við erum nákvæmlega að nýta mikið hlutfall í þá núverandi rekstrar fyrirkomulagi. Þannig að með að taka þátt þarna að það tryggir að við getum veitt þjónustuna á sem stystum tíma. Það er stysti biðtíminn eftir þessu og svo verður það þá bara að vera sjálfstæð ákvörðun hvort við nýtum selið líka
í þetta eða ekki, en biðlistinn og þörfin það mikil að við teljum það ekki forsvaranlegt að láta þetta tækifæri sem býðst í þessu samstarfi fram hjá okkur fara núna, meðan við erum að taka ákvarðanir og koma sér botns í bæði sameiginlegu framtíðarhúsnæði og hvernig við ráðstöfum seljunni, hver hagkvæmnin og raunverulegu viðbót verið þar. Takk fyrir þetta, herra bæjarstjóri. Orðið laust, Guðný Birna, gjör svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, nú verði ég að játa að ég var honum pínu ringluð þarna. Kannski pínu forsaga málsins var að við höfum verið að rýna það, við vorum að rýna það að nýta selið. Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Fyrst erum við farin að tala opinberlega hvaða stað við erum að ræða, en við erum með 2 dagdvalir, önnur er innan á Nesvöllum og hin er í selinu þarna steinsnar frá. Okkur þótti mjög skynsamlegt að samnýta starfsfólkið okkar og geta losa selið út af því við vitum það að velferðarsviðin okkar vantar húsnæði, ekki bara fyrir skammtíma úrræði fyrir fötluð börn, heldur fyrir ýmis verkefni. Við fórum í samningaviðræður hvernig við myndum fara í framkvæmdir innan á Nesvöllum og eftir því sem ég vissi síðast þá stóð það til og myndi vera allavega til áramóta. Þið leiðréttið mig ef ég fer með rangt mál. Þannig að þegar ég las að við höfum lagt þetta til, ekki það, ég gerir mig grein fyrir að þessu verður væntanlega vísað hér til bæjarráðs, þar sem að það eru fjárhagslegar skuldbindingar og virðist vera viðauki þarna tengdur þessu máli. Að þá var ég ekki alveg að skilja ef að selið verður tilbúið desember, janúar, febrúar, af hverju við ætlum að fara að standsetja hús í Suðurnesjabæ fyrir þessa mánuði. Þannig að við værum að horfa í að fá pláss mögulega í september út kannski í janúar. Þannig að ekki það, við bara ræðum þetta mál nánar í bæjarráði, en ég velti fyrir mér það sem að við tókum þetta á dagskrá þann 7. maí síðastliðinn og þar samþykktum við 25% viðbóta stöðugildi í Heiðarholti. Það rúmaðist innan fjárheimilda ársins, þannig að við gerðum það vissulega núna í byrjun maí. Við áttum okkur öll á mikilvægi málaflokksins og biðlistanum sem ræðir, sem er bara hræðilegt, leyfi ég mér að segja, að við séum með biðlista fyrir þetta úrræði. En ég spyr, er hagsmunir Reykjanesbæjar best borgið að fara í þetta úrræði í nokkra mánuði eða er bara búið að taka aðra ákvörðun selið? Eða erum við búin að rýna eitthvað annað, ekki það, við munum væntanlega að taka þessa umræðu aftur. En ég vil kannski spyrja líka, er þetta sparnaðarteymi Reykjanesbæjar búið að meta að þetta sé því besta í stöðunni sem við getum gert akkurat núna? Það er að segja hvernig tryggjum við þessi pláss og starfsfólk til að sinna þessum börnum. Helst sem fyrst, hvað gerum við með selið? Er þá fyrirhugað að við förum í langtíma samning við Suðurnesjabæ þetta hús, eða sjáum við það til okkar til skamstíma og svo förum við að taka þetta sjálf. Við greiðum 80% í allan sameiginlegan kostnað sveitarfélaga, en fáum við 80% af plássunum? Nei, það er bara ekki þannig. Þannig að aftur við lögðum líka áherslu á sínu tíma, þarna þann 7. maí, settum fram bókun, að við legðum til að setja í framtíða sýn í málaflokknum til að hægt var að setja fram skýrar áætlanir. Þá aðalum pláss og mönnun úrræðisins. Ég ger ekki ráð fyrir að sú sýn sé tilbúin, þannig að það mætti flýta þeirri vinnu, en fundu bæjar á sér eftir 2 daga, þannig að aftur, já, tökum ákvörðun það. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Guðný Birna. Ég geri þá ráð fyrir því að þessa fyrirspurnir þínar sem að þú ert að spyrja hér meiri hlutan komi þá til svara á næsta bæjarstjórnarfundi eða? Flott er.
Já, þá tökum við bara samtalið í bæjaráði að næstkomandi fimmtudag og þá er orðið laust fundargerð velferðarráðs. Bæjarfulltrúi Díana, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mig langar líka að koma inn á mál 6, skammtímavistun fatlaðra barna. Ég fagna því að það sé verið að bregðast við þeirri erfiðu stöðu sem að fjölskyldur barna með mikla stuðningsþarfir hafa búið við og að sveitarfélögin sé að vinna saman að lausn. Ég velti samt fyrir mér hvort það sé vita hversu mikla viðbóta þjónustu þessi lausn gerur okkur kleift að veita. Til dæmis hve mörgum viðbóta sólarhringum eða plássum hún skilar. Mér minnir að bæjarfulltrúar Halldóra fyrir að koma inn á 3-4 pláss. En ég velti bara fyrir mér hversu mikið að skila sér til okkar í Reykjanesbæ og ég til kannski bara mikilvægt að bæjarráð óski eftir þeim svörum frá sviðsstjóra velferðarsviðs á 15 í bæjarráð. Takk. Þakka bæjarfulltrúa Díönu fyrir sína fyrirspurn. Já, og eins og kom fram hérna áðan þá munum við taka þessa umræðu á bæjarráðsfundi næstkomandi fimmtudag. En ég tek undir með bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu, það er í síðustu upplýsingar sem við fengum, þá vorum við að tala 3-4 pláss. En það var ekki vitað hvort að það myndi nýtast Reykjanesbæ eða ekki. En þá höldum við áfram, er ykkur fleiri sem óska eftir orðinu fundargerð velferðarráðs? Svo er ekki, þannig að ég legg þá fundargerð velferðarráðs upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð velferðarráðs gefi merki. Það er á dagskrá bæjarins. Það er á dagskráinni komin, þannig að þetta máli er á dagskrá hjá bæjarráði næstkomandi fimmtudag. Ég afsaka þig, ekki vandamáli, þannig að þeir sem geta samþykkt fundargerðina, rétt upp hönd. Hún er samþykkt 11.0. Þá erum við komin að fundargerð umhverfis- og framkvæmdasráðs frá 14. ágúst og orðið er laust fundargerðina. Bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, góði gestir, fullur salur af fólki og tæknimaður og ritari, ég vil ekki gleyma ykkur. Það er gott að vera komin aftur, ég er mjög öll sammála því bæjarfulltrúarnir að sumarfríð er oft langur tími þegar maður er með mörg mál sem mann er langar til að koma áfram og lítið hægt að gera. En gott að bæjarráð skuli taka á því föstum tökum. Umhverfis- og framkvæmdaráð, það er nýtt ráð sem var stofnað á, já má segja, skipað í á síðasta bæjarstjórnarfundi, þannig að ég er í fyrsta skipti að fylgja eftir fundargerð þessa ráðs. Það eru búin að vera 2 fundargerðir og með leyfi forseta að því að í dagskránni þá stendur fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs. Þannig að þá ætla ég að taka með bessaleyfi með leyfi forseta að fara að sé verða báðar. Í fyrri fundargerðin og jafnframt fyrsti fundur þessa nýja ráðs var haldinn í lok júní fyrir sumarfríið og þar voru nokkur merkileg mál. Til dæmis fengum við kynningu á hvað er að vera á umhverfissviði Reykjanesbæjar og undir umhverfissviðið falla 3 málaflokkar: umhverfismál, eignaumsýsla og veitur bæjarins. Undir umhverfismálin falla umhverfismiðstöðin sem sér umferðaröryggi, almenningssamgöngur, sjálfbærnimál, nýframkvæmdir gatna, yfirlagnir, umferðarmannvirki, viðhald á götum og gangstéttum, holræsum, umferðarmerkjum, umferðarljósum, biðskýlum, snjómokstri, hálkuvörnum, viðhald almenningsgarða, gróðursetningar, uppsetning jólaskrauts, framkvæmdir við allar hátíðir eins og 17. júní og ljósanótt og þjónustu við allar stofnanir bæjarins og verkefnin eru ótal mörg og ótæmandi. Í bæjarfélaginu, ég hljópa aðeins yfir hérna, í bæjarfélaginu eru til dæmis 190 bekkir eða reyndar eru orðnir 203 núna eftir að það var fjölgað í vikunni, 25 bekkjaborð, 213 ruslatunnur
svo eitthvað sé nefnt. Eignaumsýslan sér umsjón, rekstur og þjónustu vegna 64 eigna Reykjanesbæjar sem hýsa skóla, leikskóla, íþróttastarf, skrifstofur, menningu og margt annað í bæjarfélaginu. Veitur sjá svo fráveitumál, gatnalýsingu og stíga og ég verð að minnast á glæsilega lýsingu meðfram strandlengjunni sem að þyrfti nú kannski líka að fara að klára og koma svo aðeins inn á umferðaröryggið þar sem að ný snjalllausn við gangbraut á Njarðarbraut við Hljómahöll var sett upp til að auka öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Þetta kerfi nemur sem sagt þegar fólk nálgast og fer yfir gangbrautina og getur þá varað fólk við með LED-ljósum eða ökumenn sem sagt. Og markmiðið að gera vegfarendur sýnilegri og bæta öryggi. Sérstaklega í myrkri og erfiðum veðurskilyrðum. Nota bene þetta tæki telur líka hversu margir keyra þarna og yfir sumarmánuðina, nota bene sumarmánuði þegar engin skóli og flestir í fríi, þá keyra 200.000 bílar á mánuði þarna framhjá. 200.000 bílar. Verkefni þessa nýja ráðs eru því ansi víðtæk. Á þessum fyrsta fundi gerðum við meira því við skipuðum í hóp til að taka út og veita umhverfisviðurkenningar og verða tillögur eða val hópsins kynnt á ljósanótt. Og við kynntum okkur nýtt jarðefnamóttökusvæði sem Reykjanesbær hefur ákveðið að taka í notkun og ég horfa á þetta sem svona mælstóni að leggja göngu og hjólastíg út í Seltjörn. Mér finnst að það eigi að vera okkar heiðmörk Seltjörnin og eftir að nýja tengivirki við Suðurnesjalínu 2 kom og þetta nýja jarðefnamóttökusvæði og glæsilegt malbygg þarna alls staðar á milli að þá stutt tenging milli Patterson og orðið mjög nálægt að komast út í Seltjörn. Þannig að ég hveti ykkur bæjarbúa til þess að kíkja, nú búið að vera góðu viðris dagar að kíkja í Seltjörnin og njóta. Á þessum fundi samþykktuðu svo að leggja fyrir bæjarráð breytingar á umferðarskipulagi í bænum en íbúar við Bergás hafa lengi kallað eftir breytingum. Bæjarráð samþykkti að okkar tillagi að loka Bergásnum norðamegin og hafa heldur betur orðið breytingar á hverfinu. Umferð gegn Ásahverfi hefur snar minnkað og þó svo ég hafi nú enga tölulega kannanir þá hafa íbúarnir haft við mig samband og lýst ánægju sinni. Íbúar Bergásins nefnilega afhent okkur undirskriftarlista og þess vegna fórum við í að loka. Og ef ég hoppa svo yfir í seinni fundagerðina vegna þessa funda sem nú til umræðu, vil ég með leyfi forseta lesa upp bókun ráðsins sem bókuð var á þeim fundi sem nú umræddur. Á fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs samþykkti ráðið í kjölfar þess að hafa tekið við undirskriftarlista frá íbúum hverfisins að ráðast í aðgerðir til að auka umferðaröryggi í Ásahverfi. Aðgerðirnar fólust meðal annars í lokun Bergás að norðanverðu vegna sívaxandi gegnumaksturs götuna og vísbendingar eru að jákvæð breyting hafi orðið á umferð hverfið. Lokun Bergás þó aðeins fyrsta skrefið. Enn mikilvægt að bæta aðgengi bæði akandi og gangandi vegfarenda inn og út úr hverfinu, enda hefur aukin umferð á Njarðarbraut skapað þar verulegar áskoranir. Þótt sambærilegar áskoranir séu víðar í bænum, telur ráðið mikilvægt að halda áfram markvissum úrbótum. Ráðið ítrekar mikilvægi fyrirhugaðra framkvæmda við bráðabirgða hringtorg á gatnamótum Bergás og Njarðarbrautar, lagningu göngustíga frá Fitjum og Ásahverfi sem tengja Fitjabakka og Fitjabraut við göngustígakerfið, sem og fyrirhuguðum undirgöngum undir Grænásbrekku fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Jafnframt leggur ráðið áherslu á að framkvæmdu við svokallaðan ofanbyggðaveg verði flýtt sem myndi liggja frá Vallarási eða Grænásvegi sunnan Reykjanesbrautar. Slík tenging myndi draga enn frekar úr gegnum umferð íbúagötur og bæta umferðaröryggi í hverfinu. Á fyrsta fundi ráðsins var einnig samþykkt að loka fyrir vinstri beygju af Grænásvegi inn á Njarðarbraut. Sú breyting hefur nú tekið gildi og á næstu dögum verði jafnframt gerðar þrengingar á norðvestur horni gatnamótanna til að bæta öryggi gangandi vegfarenda enn frekar. Ráðið áréttar að þessar breytingar eru bráðabirgðalausnir á meðan unnið að hönnun varanlegra úrbóta á þessum fjölförnu gatnamótum og hvetur jafnframt til þess að þeirri vinnu verði hraðað.
Tilvitnun lýkur. Nú fyrst við erum farin að ræða þennan fund sem á dagskráni, þá gerðum við líka meira. Við fengum kynningu á risaverkefni sem að Atnort ætlar með okkur í að gróðursetja 64.000 tré á ári á Njarðvíkurheiði og byrjuðum að ræða fleiri umferðaröryggismál í sveitarfélaginu og ætlum á næsta fundi að fara aðeins yfir umferðaröryggisáætlun. Umferðaröryggisáætlun Reykjanesbæjar sem var samþykkt 2024 og ég hræddur að við getum nánast sett hana í copy-paste aftur og þurfum að bretta upp ermar þar sem eru mörg mál sem á eftir að laga þar. Til dæmis þarf að laga marga stíga, gangstéttar og gangbrautir og ótalmargt annað og sem hefur því miður setið á hakanum en þau mál verða kannski útlustuð seinna. Hér hleyp ég auðvitað á hundaveiði yfir öll verkefnin en að lokum vil ég segja ég ótrúlega ánægður með hvað margir hafa sendt mér og sagt mér og hringt og sendt skilaboð með ábendingar hvað mætti betur fara og ég vil endilega að því verði haldið áfram. Ég held lista allt sem til mér sendt og reyni eftir bestu geta að ýta hlutum áfram og ekki vera feimin að senda á hina fulltrúana. Ég ætla að vona að það sé í lagi. Ég eftir að ræða það við þau. Endilega senda ábendingar á okkur öll af því að við erum auðvitað í þessu umhverfis- og framkvæmdaráði af því að okkur þykir vænt umhverfið í Reykjanesbæ. Á þeim nótum vil ég hvetja alla bæjarbúa og fyrirtæki og stofnanir til að nota þessar 2 síðustu vikur fyrir stóru útihátíðin okkar og hjálpa okkur og starfsfólkinu á umhverfissviðinu við að snyrta bæinn. Ef allir taka til hjá sér verður Reykjanesbær ekki bara 4. stærsta bæjarfélag Íslands, heldur líka það fallegasta. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson og næst á mælendaskrá Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp sem líka fulltrúi í þessu nýja ráði og vil bara segja að þessi 2 fundir sem hafa verið haldnir hafa verið mjög áhugaverðir og svo það komið fram að þá erum við enn að vinna án erindisbréfs en það stendur enda til að funda erindisbréfin í forsetanemnd núna í lok mánaðar en á meðan þau liggja fyrir þá eru verkefni ráðsins ennþá allavega í mínum huga óljós af því að ég vinn alltaf út frá þeim samþykktum. Bæjarfulltrúi Guðbergur og formaður ráðsins segir þó hér að verkefni hópsins sé ansi víðtæk sem þau eflaust eru og ég bara, það liggur bara alls ekki almennilega fyrir hvert okkar hlutverk á að vera. En þar sem formaður fór yfir fyrsta fund, þá upplifum við hann svo sannarlega ekki alveg eins. Alveg ágætis fundur en í mínum punktum kannski var formaður upplýstur betur fyrir þennan fund því að í mínum punktum stendur hér fyrsta mál, engin gögn, önnur mál, engin gögn, þriðja mál, engin gögn, fjórða mál, engin gögn. Þannig að af þeim 10 málum sem voru á dagskrá þá voru fullnægjandi gögn undir 4 þeirra. En vonandi byrjunarörðuleikar en þarna eru nú samt reynslu miklu menn sem að halda utanum að setja fundina upp. En í fundargerðinni sem hér, því ég ætlaði nú ekki að dvelja við þetta þarna, en í fundargerðinni sem hér liggur fyrir til samþykktar, þá fór reyndar eitt alveg fram hjá mér sem að mér finnst mikilvægt að nefna hér ef það þarf að laga það, af því að við fáum auðvitað fundargerðirnar til undirritunar í símanum. Og maður kannski að leggja meiri áherslu á það að lesa málin heldur en hverjir eru taldir upp að hafi setið fundin. Að það tekið fram að eitt starfsmaður hafi verið á fundinum sem var þar alls ekki. Þannig að bara ef það þarf að leiðrétta það þá vil ég koma því hér á framfæri. En langar ekkert að nefna eitthvað nafn heldur bara að við skoðum það. En síðan kannski líka aðeins að minnast á það aðeins misræmi í gögnum af því að við getum sótt þessa fundagerð í raun á 3 staði. Íbúar á 2 og við á 3. Þannig að ef þú sækir þessa fundagerð undir fundagerðaflipanum á heimasíðu Reykjanesbæjar, þá færðu
allt aðra fundargerð og hún með öðruvísi bókun í einu máli og gögnin eru á vitlausum máli. Þannig að en síðan ef maður fer undir neðst niðri í auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem þú ferð í og getur séð dagskrá þessa fundar og allar fundargerðirnar sem eru teknar hér til afgreiðslu, að þar hún rétt og svo hún auðvitað rétt og undirrituð inn á Mitt Reykjanes. En það ekki gott ef að bókanir eru ólíkar í þeim gögnum sem eru birtar opinberlega. Gögn eru sett undir röng mál og þau eru ennþá undir röngu máli inn á fundagáttin okkar inn á Mitt Reykjanes. Og en við bara verðum að passa upp á að þetta gerist ekki, en hún svo sannarlega undirrituð og rétt í fundagögnum. Þannig að bara fyrir utan það hverjir sátu fundin, að það þarf að gera breytingar á því. En það sem að mig langar að fagna hér og koma inn á í þessari fundagerð sem við erum að fjalla hér, öðrum fundinum okkar, að það í öðru máli, þar sem var farið inn á kynningar deildarstjóra, að þá var farið til dæmis inn á stöðu framkvæmda í fjárhagsáætlun 26 á umhverfismiðstöðinni og þar fannst mér mjög gott hvað þeim hefur tekist vel í sumar að vinna að þeim verkefnum sem þar voru á áætlun. Líka frá deildarstjóra eignaumsýslu þar sem hann fer yfir framkvæmdir sem ganga að sögn hans vel. Og nú verið að ljúka úttekt bæði í leikskólanum Drekadal og Holtaskóla og því að komast á full starfsemi í leikskólanum og allir nemendur og starfsfólk eru nú þegar komin inn í Holtaskóla sem mjög jákvætt og og það bara svona eins og áætlanir gerðu ráð fyrir, þannig að gott að halda henni. En nú bíður eignaumsýslan eftir staðfestingu frá bæjarráði eða einhver afgreiðslu umræðu frá 25. júní, hvort að verði fjárhagslegt svigrúm til að halda áfram og flýta verkþáttum í Myllubakkaskóla og Holtaskóla sem átti að ráðast í 2027. Þannig að við þurfum að skoða það hvernig staða bæjarsjóðs og taka það ákvörðun það hvort það skynsamlegt að halda áfram og fjárhagslega hagkvæmara. Þannig að ég tek undir það með bæjarstjóra og á þeim fundi þá bókaði minnihluti einmitt þetta og það hefur alltaf verið eining þessi mál. Mér langar aðeins að bara rétt að tæpa inn í þá bókun með leyfi forseta að í bókun minnihluta kemur fram samþykktir verkhlutar í verkefnum Myllubakkaskóla og Holtaskóla fyrir árið 2026 voru full fjármagnaðir í fjárfestingaáætlun ársins og ljósta framkvæmdir eru áætlun og þeim lýkur í ágúst, mánuði fyrir en áætlun gerði ráð fyrir. Og það kemur einnig fram þar nú lögð fram óskum að flýta framtíðarverkþáttum sem vinna átti á árinu 2027 og fá til þess viðbótar fjármagn. Og síðan undir lok kemur komið það í ljós á þessum tímapunkti að rekstur sveitarfélagsins beri auki fjármagn í uppbyggingaverkefni umræddra grunnskóla, munum við að sjálfsögðu samþykkja það. Þannig að ég vona bara að við getum verið áfram sammála. En ég held svo sem, ég veit ekki alveg hvort að þessi mál, hvort að þessa framkvæmdi verði til umfjöllunar í þessu ráði. En það verður væntanlega bara að koma í ljós fjárfestingaverkefnin. En ég vænti þess að þessi uppbyggingamál komi fyrir bæjarráð núna einhver tíman á næstunni þegar búið að fara yfir það, hvort þetta skynsamlegt. En það var líka farið yfir framkvæmdir í fráveitumálum og þær voru margar og hafa gengið svona nokkuð hnökralaust fyrir sig að sögn hans Arons sem Arnar sem satt fyrir Aron sem var í leyfi. Og það var líka mjög ánægjulegt að sjá eða heyra í máli 3 af því að það voru ekki gögn að en þau eru komin inn núna gögnin eftir á að samningur okkar við Atnorð sem við gerðum í febrúar að hann að skila sér og í þessum þá 65.000 plöntum, 13.000 ári næstu 5 árin sem bara mjög jákvætt og þetta við Patterson. En mér langar reynda líka þetta kannski ekki formleg fyrirspurn en undir því máli gagn sem að viðauki 5 og sem á að vera ársskýrsla og ég veit ekki hvort það stóð til að sýna okkur bara hvernig ársskýrslan mun líta út af því að þetta bara sniðmát, hún ekki útfyllt
Þannig að bara kannski að ef það væri hægt að skoða það, hvort að hún á að vera, hvort þetta hafi verið rétt skjal, hvort það er bara verið að sýna okkur hvernig það á líti út. En svona til að draga þetta bara aðeins saman, þá verður bara mjög gott að fá erindisbréf fyrir ráðið til þess að skerpa á því hlutverki sem við höfum, þannig að við vitum svona hvernig við eigum að haga okkur þarna. Og það er ekki mjög gott að vita ekki til hvers er ætlast, en það er líka bara mikilvægt að öll gögn fylgi með. Þau séu komin með góðum fyrirvara af því að það hefur alveg á þessum 2 fundum vantað helming þeirra gagna sem á að taka til umfjöllunar. Og þá er engin leið til þess að undirbúa sig nægilega vel og við biðjum starfsfólk afsökunar af því við getum ekki spurt eða verum einhverja vangaveltur af því við höfum ekki séð það sem að þau eru að fara yfir. Og og ég vænti þess að formaður og sviðsstjóri sem er starfsmaður ráðsins undirbúi fundin og geti þá komið gögnunum bara til skjaladeildar þannig að þær geti sett rétt gögn undir. Og þannig að já, annars er þetta bara dýrir fundir sem kannski skil ekki nægilega miklu og við viljum hafa þetta skilvirkt. Og það er alveg eðlilegt stundum að það vanti einhver skjöl og við höfum alveg fengið upplýsingar líka það stundum við sem höfum verið áður. Ég horfi á bæjarfulltrúa Guðberg af því að við höfum setið saman áður að við vitum það geta komið upp aðstæður þar sem að gögnin er ekki tilbúin og þá höfum við líka bara fengið póst það að gögnin muni liggja fyrir á einhverjum ákveðnum tíma. Þannig að bara maður veita fyrirfram en bara já, við vöndum okkur bara en ég hlakka til að vita til hvers er ætlast af okkur. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Halldóri Fríðu fyrir sitt innlegg í umræðuna. Orðið laust Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Halldóra Fríða, forseti. Þar sem að það eru náttúrulega engin erindisbréf, þá kannski vorum við svolítið að hlaupa líka, svona að reyna að finna okkur tilgang, ég er sammála því og við höfum fengið núna erindisbréfin send, tillögu að þeim og forsetanefnd er að hittast í næstu viku minni mig, þar sem að við ættum þá að vera að koma með erindisbréf fyrir næsta fund ráðsins sem er 11. september. Nei, jú, ég minni það. Allavega þarna kom líka eitthvað vesen upp og ég ætlaði að fara að segja fullt af nöfnum á einhverjum alls konar kerfum sem er verið að nota í tölvunni en það kom upp þarna eftir þennan seinni fund af því að ég var búinn að biðja að gögnin yrðu öll komin inn að þá virðist gögnin hafa verið send í eitthvað vitlaust kerfi og þannig erum við eitthvað svona smávegis í vandræðum að því við erum nýtt ráð að þau fóru ekki, hvort þau fóru á vitlausan tölvupóst og ekki sett inn á kerfið, rétt kerfi. Allavega við sviðsstjórinn erum búinir að ræða saman og þessu verður kippt í liðinn fyrir næsta fund. Það verða öll gögn með þeim málum þar sem gögn eru fylgjandi. Og þetta var svona bara byrjunar örðurleikar eins og segir. Mér finnst gott að hún skuli samt flagga þessu með fundagerðina að hún sé í 2-3 útgáfum. Því ég er síðustu 4 ár búinn að vera að kvarta aðeins yfir þessum blessaða VF Reykjanesbæjar og ég horfi núna á virðulegan bæjarstjóra. Það þarf aðeins að laga til vefin okkar að því að guð með góðu tíminn sem að fer í það stundum þegar maður er að leita að fundagerðum eða setur inn. Ég veit ekki, bara, ég er ekki að ef ég segi bara Holtsgata 15, að þá kemur allt upp síðustu árin sem er með 15 í, eða Holtsgata. Og það er bara ekki séns að leita að einhverju gamalli bókun eða gamalli fundagerð. Það þarf eitthvað svona aðeins að laga til hvernig þetta raðast upp á heimasíðunni og ég held að þessi orð Halldóru Fríðu og þetta, við þurfum aðeins að skoða þetta, hvernig eru fundagerðnar, eru þær kannski, er misræmi í þeim einhvers staðar og hvernig fundagerðin. En takk fyrir þessa brýningu og mér hlakka til þessa starfsárs
Þetta verður mjög skemmtilegt og þegar erindisbréfið er komið þá getum við heldur betur farið að taka ákvarðanir. Takk fyrir. Jæja, takk fyrir þessar upplýsingar, bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson og þá orðið laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Forseti, langar að koma hérna aðeins upp undir fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs frá 14. ágúst síðastliðnum. En kannski byrja aðeins með að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Guðbergs Einarssonar umferðaröryggismál. Við höfum nú rætt það hér í þessum stól áður, en ég hjó eftir því að hann talaði að umferðaröryggismál hinn ýmis hafi setið hér á hakanum. Ég vil minna bæjarfulltrúan á það að við samþykktum svokölluð brýn umferðaröryggismál og nú er ég að vitna til umferðaröryggisáætlunarinnar sem var gefin hér út af okkar frábæra starfsfólki. Það sem var forgangsflokkað eftir árum, eftir verkefnum og eftir staðsetningu. Mjög flott plagg. Þannig að við samþykktum hér fyrir bæjarstjórn að fjármagna bæði árin 2026 og 2027 á þessu ári. Það er að segja að þau úrræði kemur til framkvæmda núna árinu þar sem þau voru metin brýn. Þar bættum við 8 milljónir á árinu í umferðaröryggismál, sérstaklega beint að börnum í hinnum ýmsu hverfum. Þannig að við settum 15 milljónir í umferðaröryggismál á þessu ári. Þannig að segja umferðaröryggismál að setja á hakanum er bara alls kostar ekki rétt. Nú, mér langar að koma hér upp undir máli 3 og fagna skógræktarplönum Reykjanesbæjar, en langar að minna líka á það að Land og skógar í samvinnu við Reykjanesbæ gaf út frábæra skýrslu sem heitir Svæðisáætlun í landgræðslu og skógrækt í Reykjanesbæ í febrúar 2025 og hvet ég ykkur öll til að lesa þetta skýrslu. Hún er ítarleg og faglega unnin og er svo fyrsta sinna tegundar sem er unnin í samvinnu við Land og skóga. Og vil ég aftur þakka okkar frábæra starfsfólki fyrir þessa góðu vinnu. Út af því að í skýrslunni er greint nákvæmlega hvað er hægt að gróðursetja og hvar, þannig að við séum ekki bara að gera eitthvað og gróðursetja hér plöntur sem að deyja í róleg heitar vindinum okkar. En við meðal annars fórum í samvinnu við Atnorð og samstarfsaðila þeirra sem heitir Krúsó í október núna 2025, tókum okkur dag og plöntum 2000 trjám á Patterson. Þannig að það er bara óbúslega gott að skógræktarverkefnið haldist áfram með núverandi meirihluta og þau góðu verk sem að starfsfólki okkar hefur lagt upp með haldist áfram. Þannig að við fögnum því. Nú, mér langar líka forseti aðeins að koma inn á mál 8 ásakverju umferðaröryggi. Því að það er nokkur atriði í þessu máli sem að ég vil aðeins koma inn á og líka leggja fram fyrirspurn í lokin. Nú, bæjarfulltrúi Guðbergur fór aðeins yfir málið áðan, en eins og hann kom inn á þá hefur núverandi meirihluti lokað gatnamótum Bergás við Grænásbraut sem er bara vel, enda var það vilji íbúa. En þó verður að horfa á breytinguna fyrir það sem að hún er. Það er búið að loka einum inn-út-kafla í hverfið af 3 og nú geta íbúa hverfisins einungis keyrt út úr hverfinu, út á Njarðarbrautina gegnum Bergás eða í gegnum Vallarás til Fitja, en Njarðarbrautin er ein mest keyrða gata sveitarfélagsins okkar. Þetta var einmitt ástæðan fyrir því að á síðasta kjörtímabili var tekin ákvörðun eftir að rýnt hafi verið í drög að deiliskipulagi alla Njarðarbraut sem var sett fram af sérfræðingum Eflu alla leið frá norður til suðurs að næsta hringtorg myndi koma við Bergás gatnamót Njarðarbrautar til þess að einmitt að auðvelda íbúum Ásahverfis að komast út úr hverfinu. Fyrir meirihluti ákvað þessa forgangsröðun og síðan þar á eftir átt að hefjast handa við hringtorgu í Grænás og þessar ákvarðanir voru staðfestar í bæjarstjórn þann 21. apríl síðastliðið. Langar mig að lesa bókun fyrir meirihluta umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. apríl síðastliðnum með leyfi forseta.
þar sem kemur fram að 2 sérfræðingar af Eflu mættu á fundin. Þau kynntu drög að deiliskipulagi fyrir Njarðarbraut milli norður og suður Fitja fyrir hönd Eflu verkfræðistofu. Umhverfis- og skipulagsráð þakka fyrir kynningun á valkostum og drögum að deiliskipulagi fyrir Njarðarbraut milli norður og suður. Ráði hefur rýnt framkomna tillögur fyrirkomulag gatnamóta, stíga og almenningssamgangna. Yfirlit matsþátta og einkunnir eru lýsandi og gott að fá skýra niðurstöðu sérfræðinga úrlausnir á götunni. Þá einnig í lok skýrslunnar tiltekin tímaröð eða forgangsröðun framkvæmda þar sem horft til heildar samhengis og áfangaskiptingu sem á að taka mið af framtíðar uppbyggingu kerfisins í heild sinni. Í áliti sínu lagði Efla fram að skynsamlegast væri að gera hringtorg við Víknaveg, við Vallarás, við Bergás og við Grænás og hægri inn útbeygju við Bolafót sjávargötu og var meiri hluti umhverfis- og skipulagsráðs á þeim tíma sammála því. Þáverandi meirihluti í ráðinu setti það í fyrsta forgang að setja hringtorg á Njarðarbraut við Bergás og gönguleið austan Njarðarbrauta frá Fitjum að Fitjabakka ásamt öruggri þverun gangandi yfir Njarðarbraut. Grænás hringtorgi fer síðan næsta stað ásamt undirgöngum í Grænásbrekku fyrir gangandi og hjólandi umferð. Einnig var talað að rýna kostnað við að setja upp í það minnsta til bráðabirgða hraðahindrun á Grænás við Njarðarbraut til að efla öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda gatnamótin, þar að segja neðst á Grænásveginum. Svo kemur bæjarstjórn 21. apríl með leyfi forseta. Með þessum forsendum einnig ákveðið að byrja skuli á hringtorgi við gatnamót Bergás ásamt því að byrja á gönguleið austan Njarðarbrautar frá Fitjum að Fitjabakka og skapa þannig örugga þverun yfir Njarðarbraut. Þessi framkvæmd ein og sér stórbætir öryggi gangandi og hjólandi vegfarendur Njarðarbraut ásamt því að bæta aðgengi akandi umferðar Ásahverfi. Þá var aftur lögð áhersla á hraðahindrun fyrir botni Grænásbrekku. Nú í bóku ráðsins eins og Guðbergur Einarsson bæjarfulltrúi fór hér aðeins yfir áðan kemur fram að ráðið ítrekka mikilvægi fyrirhugara framkvæmda við bráðabirgða hringtorg á gatnamótum Bergás og Njarðarbrautar. Lagningu göngustíga frá Fitjum á Ásahverfi sem tengja Fitjabekku og Fitjabraut við göngustígakerfi sem á fyrirhugum undirgöngum undir Grænásbrekku. Þann 2. júlí síðastliðinn í bæjarráði bókuðu við bæjarfulltrúa Framsóknar áhyggjur okkar af framgang umræddra verkefna í Ásahverfi. Við lögðum til að stýrihópur yrði skipaður verkefni og framkvæmdum yrði flýtt en Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur svöruðu okkar áhyggjum með því að segja, með leyfi forseta, nýr meirihluti mun fylgja þessum málum fast eftir og setja umferðaröryggi og greitt umferðarflæði í forgang, vinna við frekari umferðarframkvæmdir á og við Njarðarbraut eru í fullri vinnslu. Forseti, hér hef ég aðeins reifað sögu málsins. Hér hefur verið komið inn á ítarlega vinnu við deiliskipulag á einna okkar fjölförnustu götu samfélagsins. Hér var ákveðið að fara af stað með umrætt hringtorg við Bergás Njarðarbraut, að klára hönnun á hringtorgi við Grænás ásamt hraðahindrun fyrir botni Grænás, hefja vinnu við undirgöng úr Ásahverfinu, ásamt því að fara í aðgerðir til að bæta flæði umferðar og tryggja öryggi gangandi og hjólandi líkt og ég hef rakið hér. Í fjárfestingaáætlun fyrir árið 2026 sem unnið var að fyrrum meirihluta Samfylkingar Framsóknar og Beinna leiðar sem við unnum árið 2025 í fjárhagsáætlanagerð ásamt sviðsstjórum sveitarfélagsins var ákveðið að setja fjármagn í eftirfarandi framkvæmdir. Það að segja hringtorg við Bergás, gangbraut og stíga yfir Njarðarbraut, 20 milljónir til að bæta flæði Njarðarbraut, pening í hönnun á undirgöngum undir Grænásbraut til að hefjast handa á verkefninu og 20 milljóna til að klára hönnun og hefjast handa á stóru hringtorgi við Grænás. Þessar fjárhæðir voru tæplega 9% af fjárfestingaáætlun ársins í ár, 2026. Því spyr ég þar sem ágústmánuður er hálfnaður og ekkert sést á framkvæmdum, né eru þetta tilgreind sem verk í vinnslu og hér vísa ég í gögn málsins sem að voru til staðar.
hver staðan á þessum verkefnum sem búið að samþykja og setja fjármagn í, þar segja, hvenær verður hafist handa við umrædda framkvæmdir á árinu 2026. Hefur núverandi meirihluti ákveðið að hætta við umrædda framkvæmdir? Ef svo í hvaða aðra framkvæmdir hefur umrætt fjármagn farið í? Að lokum, hvað átt við með bráðabirgðar hringtorgi? Og aftur hér vísa ég í skýrslu Eflu, umferðarsérfræðinga sem tóku Njarðarbrautina í heild sinni frá Bolafæti að Víknaveg. Það ekkert allir sem vita hvað Víknavegur það við Toyota umboðið sem við þekkjum flest. Þannig að ég óska eftir útskýringum frá ráðinu eða frá meirihlutanum hugsunin að setja hringtorg til skamstíma við Bergás og taka það svo? Áætlunin að setja ljós þar eða loka götunni? Þannig að ég vil gjarnan fá formleg svör við þessum spurningum mínum þessar framkvæmdir á næsta fundi bæjarstjórnar. Að lokum forseti þá langar mig stuttlega að fara yfir í mál 10 fjárfestingaverkefni 2027 og á glæru 6 sem mynda af teikningu af nýjum Garðasel leikskóla, það að segja leikskóla þar sem Garðasel var staðsettur í Keflavíkinni, og það tilgreint sem annað verkefni sem þarf að fara að huga að, sem vissulega rétt. Þarna þó ekki talað sérstaklega leikskólan Stapaskóla og mig langar að spyrja af hverju það verkefni ekki inn í þessum glærupakka. Á glæru 10 samantekt önnur verkefni sem þarf að hafa í huga fyrir árið 2027. Þar athyglisvert að sjá talað bókasafn og framtíð spurningamerki. Það eflaust þarna verið að tala fullklárað verk. Við vitum það að verkefni bókasafni Hljómavöll ekki lokið. Það að segja að fara að nýta geymslurými innan fyrir þjónustu og gera geymslu viðbyggingu á lóð Hljómavallar, en svo má líka alveg lesa þarna spurning staðsetningu bókasafnsins. Þar sem að miðflokkurinn með fulltrúa í þessum meirihluta sem fór mikinn í kosningabaráttunum að vilja flytja bókasafnið, bara eitthvað annað, vil ég spyrja þennan meirihluta formlega, stendur til að flytja bókasafnið úr Hljómavöll? Ég óska eftir formlegu svari, forseti. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Guðný Birni fyrir þessar spurningar til meirihlutans og eins og hefur komið hér áður fram þá fær minnihlutinn svör við þeim spurningum á næsta bæjarstjórnarfundi og væntanlega muntu senda ritara fyrir spurningar. Orðið listum fundargerðina Guðbergur Einarsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir þessar spurningar, bæjarfulltrúi Guðný Birna. Ég færi náttúrulega kæra þakkir fyrir það sem fyrri meirihluti gerði í umferðaröryggismálum, en 18 milljónir ganga stutt í öllu því sem þarf að gera, en vissulega var eitthvað gert og við viljum bara gera betur. Þú spyrðum hvað á að gera þarna við Njarðarbrautina. Vissulega var búið að ræða og búið að hanna, eða ekki búið að hanna, heldur búið að ræða það að það ætti að setja fleiri hringtorg. Auðvitað það alltaf þannig að þegar koma nýjir meirihlutar í sveitarstjórnarmálum að þá koma nýjar áherslur og þú manst, bæjarfulltrúi Guðný Birna jafnvel og ég, að við vorum ekki sammála með þessi 2 hringtorg sem að annað búið að setja og hitt var í bígerð. Við sátum til dæmis hjá þegar samþykkt var hér í bæjarstjórn að setja hringtorg við Bergás og samþykktum undir Grænás, en skil samt ekki af hverju var þá ekki byrjað á þessum málum fyrir kosningar. Það hefði alveg mátt byrja til dæmis á þessum undirgöngum sem að við ætlum svo sem að reyna að komast í, og þessi meirihluti sem nú situr á bara eftir að setjast niður og hanna þetta, og vonandi eru bæjarbúar þolinmóðir, af því að auðvitað erfitt að komast út úr Bergásnum. Það eru 2 leiðir
En það er líka erfitt að komast út af Ásbrú inn á Reykjanesbraut sem eru 25-30.000 bílar á sólarhring að keyra. Það eru áskoranir alls staðar. Við þurfum bara aðeins að anda í kviðinn og hanna þetta vel, hanna þetta með heildarmyndina, ekki bara henda einhverju niður og vera vissum að komandi kynslóðir vera sátta við það sem við erum að taka ákvarðanir um. Þessar spurningar sem að þú setur hérna, ég náði þeim nú ekki niður en vonandi sendur þær á ritara og við munum svo reyna að taka fundum þetta og svara á næsta bæjarstjórnarfundi. Ég býst nú ekki við að það þurfa að tefjast, en takk fyrir. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson og morðið hefur beðið Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ég varð nú að koma inn upp af því að það er mjög mikilvægt að þekkja stjórnsýsluna og stjórnsýslulegar ákvarðanir vel. Ný bæjarstjórn með nýjar áherslur breytir ekki þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið. Það þarf að breyta ákvörðun. Þannig að það verður að taka þau mál fyrir sem hafa verið samþykkt og það er að breyta ákvörðun. Það er mjög mikilvægt. Við erum með svör frá sviðsstjóra sem að bárust bara varðandi þessar framkvæmdir af því að hann var inte svara fyrir vor í tölvupósti. Ég ætla nú ekki að fara yfir það hér en ég tel mikilvægt að við förum bara yfir það alveg eins og var verið að óska eftir á þessum fundi að fara í heildar úttekt á einhverju sem bara liggur fyrir, að bara fyrst skulum við bara aðeins staldra við og sérstaklega núna, þetta er nýtt ráð, stöldrum aðeins við með þau mál sem verið að óska eftir að fara stað með og bara við skulum skoða bara hvað ákvarðanir hafa verið teknar, breytum þeim, þú veist hvar eru málin, hvað er búið að gera, af því að það er búið að gera úttektir, mælingar, skila skýrslum, fara í aðgerðaáætlanir, byrja á að vinna út frá þeim aðgerðaáætlanum sem hafa verið samþykktar. Þannig að bara það er ekkert mál að breyta ákvörðunum en það þarf bara það þarf að staðfesta það. Af því að bæjarstjórn hefur staðfest ákvarðanir og við þurfum að snúa þeim við. Já, takk fyrir þetta Halldóra Fríða. Herra bæjarstjóri hefur óskað eftir orðinu. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, hér er búin að vera töluverð umræða þessa fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs sem að kemur ekki óvart, mörg stór og mikilvæg málefni sem að tengjast daglegri svona daglegu lífi fólks mikið hverju, umferðaröryggi, umferðarflæði og framkvæmdir og annað slíkt við mikilvægar byggingar sveitarfélagsins. Ég vil nú fyrst og fremst byrja á að segja það að mikið af þessu var sett á dagskrá þessa fund til þess að einmitt að upplýsa ráðið hvað að verkefni hafa verið hér til umræðu og til skoðunar og flest það sem kemur fram þarna er náttúrulega eitthvað sem er búið að vera í gangi áður og þannig að það er bara að vera upplýsa þessa stöð til þess að byrja umræðun og annað slíkt og ég vil ítreka það að það hafa í þeim málum sem hér hafa verið til umræðu hafa engar ákvarðanir verið teknar en það hafa þeir ekki verið teknar af hvorki ráðinu né í bæjarráði. Þannig að svo það sé alveg á hreinu. Varðandi þær framkvæmdir sem verið að ræða þarna að þá nú eitthvað að leiðin í útboði eða hafa verið nú þegar boðið út eins og þverunin yfir Njarðarbraut sem og göngustígar þar í kring og þegar að tala bráðabirgðar hringtorg að þá þetta svona minna hringtorg ekki svona stórt og með vegi annað eins og var nú kannski umræðan mikið hér áður en að hringtorgið Olís var gert og með þess að rætt hér í þessum sal og íbúafundi og íbúarnir héldu ætti að fara í framkvæmd þegar þau fóru út af þeim fundi en var svo ekki raunin og
svo í undirbúningi og verður væntanlega fljótlega á fundi skipulagsráðs endurskoðun á einmitt skipulagi Ásahverfis. Þannig að skipulagsráð mun fjalla það og við fá það svo hingað. Þar tækifæri í þessu. Það ekki nóg að láta vinna deiluskipulag og segja þá bara að máli sé leyst. Við þurfum að vera sammála það að þetta deiluskipulag sé heildarlausnin og sé í takti við það sem að gerast bæði á hafnarsvæðinu og í þessari framtíð í hvernig við ætlum að leysa skipulagi Ásahverfisins í heild sinni. Og ég tek undir það líka að það mikilvægt að hraða vinnunni eins og hægt varðandi gatnamót Grænás, hvernig það eigi að vera varanlega og koma þar undirgöngum og annað slíkt. Þannig að stutta svarið þetta, við svörum náttúrulega sem spurningum formlega bara og ljúft og skylt að gera það. Það ekki neina aðrar ákvarðanir teknar. Það hefur verið áskorun hvernig mikið þessum framkvæmdum fjármagna að það sé ekki hægt að setja á stað fyrir en viss að tekjur sem að það getur vel verið að fyrir meirihluta ráðstafa vissum fjármunum í framkvæmdirnar en þar sem þetta eru gatnaframkvæmdir eða hluta til og þurfa að fara af gatnagerða gjöldum að þá hefur svið ekki komist á stað fyrir en að þær tekjur hafi verið innheimtar og þar að leiðandi hefur verið erfitt að setja þær fljótt á stað eins og kannski æskilegt væri. Og þetta eitt af því fyrirkomlega sem við þurfum að ræða og útfæra betur í komandi fjárhagsvinnu til þess að við lendum ekki í þessari stöðu. Og þannig að það nú kannski það eina sem að tefja þessar framkvæmdir. En ég vildi líka segja umferðaröryggismál að þau eru eitthvað sem við þurfum að hafa alltaf til umræðu og það hefur hellingu verið gerður í umferðaröryggismálum bara í sumar, fjölga hraðahindrunum og annað slíkt. En það bara ekki töfralaust. Það ómikill hraðakstur í mörgum íbúðahverfum. Við höfum verið í bæði samskiptum við lögreglu og annað slíkt. Þarna þurfum við að athuga almennar aðgerðir þannig við getum ekki sett lögreglumann í hverja götu og mælt, við getum ekki haft margar hraðandir í hverju götu eða þrengingar og annað slíkt. Þannig við þurfum að ræða þetta, hvort við séum að fara að breyta almennt umferðarhraða í íbúðahverfum, erum við að fara að nýta merkingar í einhverju umhverfinu til þess að hægja hraða og allt þetta og þetta bara mikilvæg umræða sem framundan hjá okkur saman. Og þar munu einhverjar 8 eða 10 milljónir ekki breyta neinu. Þetta eru stærri fjárhæðir sem þurfum að gera þarna og þurfum að gera þetta skynsamlega. En ég veit að íbúarnir náttúrulega eru óþolinmóðir af því að hraðaksturinn núna og hættan núna. Þannig að við þurfum að reyna að bregðast eins almennt og hagkvæmt við þarna að við getum gert það á sem flestum íbúðagötum. Af því að það hafa komið inn ábendingar í mörgum götum hvað þetta varðar. Þannig að það eru mikil umræða framundan í vetur hjá okkur í þessu ráði sem og öðrum í fjárhagsvinnunni. Það á við umferðarskipulag okkar, það á við skipulagsmálin, það á við framkvæmdirnar og eignirnar og allt það. Og ég hlakka bara til þeirra umræðu og við tökum það samtala áfram. Takk fyrir þetta, herra bæjarstjóri, en mér langar að minna á 25. grein bæjarmálasamþykkt þar sem Guðbjörg Einarsson hefur óskað eftir að fá orðið. Ég mun hafna því og eins og við öll þekkjum þá 25. greinin mjög skýr en ég tel bara að sé gott að loka þessari umræðu núna. Það allt búið að koma fram og loka orð hjá bæjarstjóra voru mjög góð þar sem að hann talar það að þessi mál komast allir á hreint í haust þegar við byrjum í fjárfestingavinnunni. Þannig að ég ætla að leggja fundagerðina upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkt fundagerðinni. Guðný Birna. Hún samþykkt 11-0. Þá erum við komin að 5. og síðasta máli á dagskrá sem þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst, kosning til undirkjörstjórnar. Fyrir liggja tilnefningar yfirkjörstjórnar aðal- og varamenn í undirkjörstjórn samkvæmt 2. málsgrein 17. grein kosningalaga nr. 112 frá 2021. Listi yfir tilnefningar liggur fyrir í fundagögnum bæjarfulltrúa og orðið því laust þennan lið. Það kveður sér enginn til máls, þá ber ég málið upp til samþykktar. Ég á fyrri listanum, ætlar þú að taka málið á seinni? Já.
fyrri. Þetta eru 2 aðskild mál. Já, ok. Gjör svo vel, Guðni Birna. Kæru þakkir forseti, mér langar hér aðeins að ræða kosningu undirkjörstjórnar þar sem að við höfum aðeins verið að ræða það bæði hér á fyrsta fundi bæjarstjórnar og einnig í bæjarráði fyrirkomulagið út af því að það er svona aðeins upp og ofan hvernig þetta hefur verið og er einnig milli sveitafélaga eins og ég hef komist að. Nú, hér erum við að kjósa 40 fulltrúa í undirkjörstjórn og samt 8 varamönnum. Og þetta ágæta fólk mun starfa fyrir okkur kjörtímabilum að þeim kosningum sem verða á tímabilinu. Og ég vil fagna því sérstaklega að þarna virðist vera fleiri karlar en oft áður, þannig að það er gleðilegt. En bara þannig að það sé skýrt út af því að við ræddum það í bæjarráði síðast, hvort við ætlum að tilnefna í undirkjörstjórn 3 manna teymi sem að sveitastjórn ræður sérstaklega og við ákváðum að fresta því en það er alveg ljóst að ef við kjósum þennan 40 manna hóp að þá erum við búin að kjósa undirkjörstjórn út þetta kjörtímabil og þá förum við ekki í 3 manna úrtakið. Þannig að það þarf að liggja fyrir hér hvort við gerum það eða ekki en að kjósa 3 manna nefnd eða þarf að segja 3 aðalmenn og jafn marga til vara af sveitastjórn kemur fram í bæjarmálasamþykktin okkar 57. grein A lið 6 en þar segir varðandi undirkjörstjórn 3 aðalmenn og jafnmargir til vara fyrirgefðu með leyfi forseta. Undirkjörstjórnir skuli vera jafnmargar og kjördeildir í bæjarfélaginu. Einnig er kveðið á 3 manna undirkjörstjórn sem skipuð samkvæmt kosningalögum númer 112 frá 2021 í grein 17 og þar kemur líka fram með leyfi forseta hver undirkjörstjórn og hverfis kjörstjórn skal skipuð 3 mönnum og nægilegum fjöldum varamanna. Þannig að hér liggur ekki fyrir í orðana hljóðan hvorki bæjarmálasamþykkt né í lögunum hvort sé að ræða 3 manna yfirstjórn undirkjörstjórnar ef svo má orði segja eða bara 3 menn sem eru tilnefndir sérstaklega af sveitastjórn þarna í undirkjörstjórn. Og ég tók með það besta leyfi að heyra í allavega 2 sveitafélögum og annað sveitafélagi kaus 3 manna 3 aðalmenn og hitt gerði það ekki. Þannig að ég vil þakka þessu hér við þið forseti og ykkur bæjarfulltrúar þar segja að ef við samþykkjum þessa 40 menn þá verða hinir 3 ekki gerðir út af því að við erum ekki að fara til nefna sérstaklega 3 þannig að þeir ætti að vera hluti af þessum 40. Þannig að bara til að flagga því við ykkur hér út af því að við höfum frestað þessu á fyrirfundi bæjarstjórnar og líka í bæjarráði þannig að það liggur fyrir að þau þarf að samþykkja þetta í dag sem við verðum að gera vegna kjördagsins sem er núna nálgast óðflug eftir 11 daga. Takk fyrir þetta Guðni Birna, takk við kannski fá aðeins að tjá mig hérna þetta mál. Það vekur svo alltaf furðu okkur flaggar ekki fyrir þennan fund þannig að við hefðum geta kannski náð sameiginlegri niðurstöðum þetta mál. En ég orðiði laust og herra bæjarstjóri Vilhjálmur Árnason, gjör svo vel. Virðulegi forseti, varðandi þetta mál þá er það þannig að það stendur í bæjarmálasamþykktinni að vera 3 fulltrúar og svo til vara í hverri kjördeild og við erum með öflugt teymi og öflugt fólk í kjörstjórn sem hefur starfað vel saman. Það er líka öflugt fólk og teymi sem hefur unnið að öllum kosningum í kjördeildinni hjá okkur. Þannig að svo tillaga sem við erum að leggja til hér er útfærð af þessu öfluga fólki í kjörstjórninni hjá okkur og útfærslan er þá þannig að þau tilnefna þennan hóp fólks sem getur þá uppfyllt bæjarmálasamþykktin í það að þarna geta þá verið 3 fulltrúar og varamenn í hverri kjördeild fyrir sig. Og þannig að þegar hver kjördeild þannig að þá það hefur aðeins verið breytilegt á milli kosninga hvað kjördeildin er mikið, en þessi hópur átsins að þá geta mannað 3 manna kjördeild með varamennum í hverri kjördeild fyrir sig. Og því tel ég að hér sé bara farsæl og góð lausn sem er skipuð vönu fólki og unnið þverpólitískt og af ábyrgð á okkur góðri yfirkjörstjórn og legg til að þeirra verið samþykkt hér.
Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Þá leggjum við þessa tillögu. Orðið er laust tillöguna. Eitthvað sem kveður sér til ljós. Já, gjör svo vel, bæjarfulltrúi Halldóra Fríða. Forseti, það er kannski ekki tillöguna sem slíka heldur orðin sem voru látið sögð af hverju lest ekki vita. Mér langar bara að taka aðeins upp hanskan hérna því að ég verið á þessum fundum hérna. Að því að bæjarfulltrúi Guðni er að spyrja út í þetta, þá var hérna fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir að fundi var slitið, að þá reyndar var spurt út í þetta hvort það hafi gleymst og þá var talað það þarf ekki að gera það strax, það má bíða og svo myndist hún líka sérstaklega á það í bæjaráði þegar stóð til að kjósa eða var kosið núna á síðasta fundi í nefndir og stjórnir samkvæmt bæjarmálasamþykktinni og það var ekki verið að skipa í þetta og þá kom bæjarstjóri mitt inn á að yfirkjörstjórn væri að funda þetta mál akkurat á meðan við vorum á bæjarráðsfundi en svo allavega ég hef ekki fengið neina frekari en það var ég svo sem ekki að spyrja en fyrst spurningin kemur frá bæjarfulltrúa Guðnýju þá vænti ég þess að hún hef ekki fengið svör þannig að mér langaði bara til að ávarpa það því að spurningin kom af hverju sagði hún ekki neitt það var svo sannarlega komið fram. Já, takk fyrir þetta innlegg Halldóra Fríða. Ég bið þá bara bæjarfulltrúa Guðnýju Birnu innilega afsökunar. Ég hef greinilega misskilið þig. Þannig að ég hélt þú væri að koma með nýja tillögu, breytingatillögu við þessa tillögu. Þannig að ég bið bara bæjarfulltrúan innilega afsökunar. En ykkur fleiri sem að vilja kveða sér mál sem þennan lið? Gjör svo vel, Guðný Birna. Kæri forseti, nú hef ég flaggað þessu máli hérna í þriðja sinn. Það er ljóst að það er ekki vilji til að fara eftir bæjarmálsamþykkt né kosningalögum, heldur láta yfirkjörstjórn velja umrædda 40 manns sem ég hef persónulega ekkert á móti. Þetta bara stendur að það eigi að tilnefna í þetta, þannig að við erum að fara að sviga við bæjarmálsamþykkt í einu máli sem er sérstakt. Þetta er ekki höfuð mál fyrir mig, þetta er bara þetta stóð til að gera þetta. Þetta stendur við eigum að gera þetta, þannig að það að yfirkjörstjórn stýri þessu algjörlega sjálf er það bara eitthvað sem að bæjarstjóri hefur ákveðið með þeim. En ég hef ekkert á móti þessum umræddu 40 aðilum, en ég hefði alveg vilja sjá kost að þessi sveitarstjórn hefði tilnefnt 3 fulltrúa á sínu vegum inn í þessa undirkjörstjórn sem er mjög mikilvæg stjórn. Ég er ekki að gera lítið úr þessum 40 manns né þeirra störfum eða hvað þau eru hæf. Það snýst ekki um það. Það snýst það að það segir að við eigum að gera þetta og við erum að fara að svaga einn hlut í útnefningu og tilnefningum samkvæmt bæjarmálsamþykkt og það er sérstakt. Orðið er laust. Já, þá eins og ég skildi svar hjá bæjarstjóra að þá erum við ekki að fara fram við bæjarmálasamþykktina en við getum túlkað þetta á sitt hvort háttinn en ég ber þá bara hér upp þessa tillögu hvort hún sé samþykkt eður ei. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlegast rétt upp hönd. Hún er samþykkt 11-0. Þá er að lokum tilnefning til áheyrendafullltrúa í yfirkjörstjórn samkvæmt 4. málsgrein 17. greina kosningalaga númer 112 frá 2021 og oddviti Samfylkingarinnar bæjarfulltrúi Guðný Birna leggur til að áheyrendafullltrúi í yfirkjörstjórn, það er aðalmaður verður Aðalheiður Hilmarsdóttir og varamaður verði Margrét Sturlaugsdóttir. Orðið er laust tillöguna. Þessi geta samþykkt tillöguna að gefa merki og hún er samþykkt 11-0. Þá hafa öll mál á dagskrá fundarins verið afgreidd. Ég vil þakka öllum kærlega fyrir fundin, kæru bæjarfulltrúar og lýsi því með 721. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.